Já, komið heil og sæl og verið velkomin að borðinu. Chess After Dark heilsar ykkur í hvað? 220. skipti, Birkir? Eitthvað nálægt því? 2-1, með þess að. 2-1, það er aldrei sem þetta skotgengur hjá okkur og allt er skemmtilegt. Allt er skemmtilegt. Og við erum með hörku gesti í kvöld, en áður en við komum á honum, þá var það Autocenter. Jú. Nákvæði bara að lesa upp nokkra umsagnir sem að þeir fengu. Já. Geðveik þjónusta og ótrúlega vel gert. Þetta er svona eins og þú myndið tala. Já, þetta var endar ég. Nei. Hröð og góð þjónusta og aftur hérna frábær þjónusta vöndu vinnubröð. Og ég er ekkert hissa þessu, þeir eru náttúrulega með allt sitt í teskeið og díla við testlur og eru með samninga við öll tryggingafyrirtækin, þannig að það er sama hvað þú tryður, þeir sjá það fyrir þig. Svo er það Serrano og bara eldsnögt burrito after dark. Ég get ekki hamra nógu mikið á þetta. 20% afsláttur á netinu. 20% afsláttur og týnir það ekkert upp á göttunum. Þá er þetta komið máltíðina undir 2000 kallinn. Sko. Og sleppið byrjuðinni. Burrito after dark, Serrano. En það er kjúklingafeta sem er vefja mánaðarins hjá Chess After Dark. En að gesti kvöldsins, Ólafur Garðarsson, lögmaður og einn af okkar allra fremstu umboðsmönnum í knattspyrnu. Vertu hjartanlega velkomin. Þakka þér fyrir. Byrjum bara á því. Kannski, hvernig liggur á þér? Varst að koma þetta frá Hollandi að fylgjast með Eliassi Má, einn af okkar allra segurstu? Já, rétt. Ég fór á föstudaginn og horfði á nakkbreta á móti Feyenoord á laugardeginum. Já, Óli, mátti plata að taka hann aðeins nærið þér bara. Það er dælar fyrir. Þannig að já. Svona, og svo fórum við bara og fengum okkur að borða, ræddum málin. Það var mjög gaman að horfa. Hann er náttúrulega markaðastur í sínu liði. Já. Og hann hefði getað gert 2 í fyrir hálfleik á móti Feyenoord, þetta fór 0-0. Það sá hann fá 2 færi sem hann hefði klárað í 80% tilvika. En völlurinn boltinn skoppaði einkennilega í öðru tilvikinu og svona, þetta stundustöngin út. Já. En hann er ógeðslega hættulegur. Já, ólsegur atvinnumæður. Já. Nú er að djöflast lengi. Hann hleypur 12-14 km leik. Já. Hann er strækir, hann getur leist báða vængstöðunar, en þannig þeir spila 4-4-2, hann er Højdonke með honum frammi, kom núna í janúar, sonur þessa fræga, Højdonk, þannig að hann er ekki náma 24 held ég, en hann er búinn að taka rúndinn, Norvits og fullt að liðum og var kannski ekki alveg nógu góður fyrir þá, en þjálfarinn er mér upptekinn að þeir mynda par, það er rosalega dýrmættið og nærða mynda bæði miðvarðarpar eða centerpar, þannig að Elias er að skora ennþá, hinn á það eftir, en Já, Elias sem er lausan samning í vor og ef hann heldur áfram svona þá fær hann góðan samning þarna eða annar staðar. Þannig að liðið geta að byrja að spjalla við hann? Já, spennandi. Hversu oft ferðu út að fylgjast með þínum mönnum, spila? Ég reyna að sjá svona flesta þeirra árlega, það er svona svo lítið misjant. En ég reyni það, ég er að fara núna eftir halva mánuð að kíkja á Willum, það er toppleikur á móti Vækom. Og ég er farin að taka konun oftar með mér því að þó að ég alltaf gaman að hitta strákana, þá er ég búin að fá leið og ég var einn á hótelherbyggi eftir 28 ár. Sko. Trúi því. Þannig að við tökum bara svona borgarferð í leiðinni og hittum, og þeir eru náttúrulega yfirleitt með konunda með sér líka. Já, einmitt. Það er bara gaman. Áður en við hjólum kannski í kjöti á bennum. Já. Aðeins í mannin, sko. Þú ert eitthvað búin að hafa tíma til að fara upp í bústað? Vilja þess að þú verið úti og sýtla um að stöðum öðru? Já, ég er duglegur að fara upp í bústað. Já, þú bústaði kall, hef ég heyrt. Já, í dag. Ég var það aldrei. Mamma og pappi eiga bústað upp í Hvalfirði og hann er sko sumabústaðar þýritunni til að þessi kynslóð notaði hann bara á sumrin. Já. Þannig að hann stóð okkur alltaf til boða en ég fór aldrei og svo fór við einu sinni að krakkarnir voru litlir í heimsókn til vin okkar og krakkarnir hurfu og kom bara inn eftir 3 tíma svöng sko og maður hefði sem, er þetta eitthvað? Og það æxlaðist þannig að við, keyptum, eigum svona, ég veit ekki hvað þetta, lítinn dal með öðrum og erum þar bara með bústað og helvít ánað. Já, ekki? Ertu eitthvað ennþá í hestunum? Nei, og ég get, sko, sagan er sönn sem ég ætla að segja ykkur núna, ég átti alltaf 2-3 klára og var með sér eitt sumar út í Austurríki að Jóhannes Jóhajós sem kaupir mikið af íslenskum hestum. Þar var ég bara moka flórin og farið með útlendingi í reittúr og hafði mikið áhuga á þessu, svo var ég að byrja í lagadeildinni og var með hestan hjá Fáki eitt árið, eitt veturinn í bænum.
og þetta var náttúrulega rándýrt og svona og svo sko, komst ég ekki alltaf að moka þannig að þá mokað fyrir þig og það var ekki nógu vel, það gróf í hófunum á einum hestinum og það var svona vildu menn meina bara vegna þess að það var ekki nógu vel þrifið. Svo ég hugsaði með mér, ok, annarkvort verð ég að kaupa hesthús í lagadildinni eða bara hvíla hestamennskuna sem ég gerði, þannig að ég seldi alla hestana, nakka og bestli og keypti mig BMF. Þetta eins sleppalegt og hægt en þetta satt. Já, það var góð fjárfesting. Já, þú fækst allavega fleiri hestöfl vantilega fyrir vikið. Já, nákvæmlega. Það var bara komið að kjötinu. Það fréttir vikunar í búið Orku náttúrunnar. Já. Verstu onni í sumar, fjölbreytt sumarstöður í búið. Flott líka að vinna hjá svona flottu fyrirtæki. Já, alltaf maður sækir ekki bara Eru náttúrulega með rafmagn, bæði hleðslustöðar í hús og svo Það er líka með heimalestöðar. Það bara nákvæmlega þannig og fréttir vikunar. Byrjum á því Valsmenn skella verð með á Gylfa. Já, myndi hann ekki gera Gylfa dýrasta manni sögunar? Við ekki tala 20-30 miljónir, 25. Hvað að tala um? Það talan sem verið heyrt. Já. Ég held að sé hverja krónu virði. Er það ekki? Ég held það. Já. Dýrasti leikmaður í sögu Íslands? Já, og bara þegar leikmaður, og maður segir á þessum aldri, 35 þetta engin aldur, hann alltaf hugsað rosalega vel um sig. Það er bara gaman að hann hafi metnað á þessum aldri og kannski hefur staðan verið þannig að það hefur ekki verið nógu gaman í Val. Já. Það er einhver ástæði fyrir því að hann flytur sig. Í Valur er með hörkulið, ég meina sjáu það á pappírunum, þetta er hörkulið. Já. Voru Víkingar að selja hestinn sinn í formi Daniel Dejan Djuric og kaupa sér BMF í formi Gylfa sig? Nei, ég hef alltaf verið rosalega hrifinn af Djuric. Mér finnst hann til dæmis að brjóta upp leiki frábær. Já. Og þegar þú horfir á, þegar maður horfði stundum á yngirlandsliðin og Djuric var að spila og maður var með einhverjum klubbum, fyrsti maðurinn yfirleitt sem þið spurðu, hver er þetta? Já. Að því touchið oft frá honum og hvernig hann hleypur í eyður og svona, þetta er svona óíslenskt á margan hátt. Þannig að hann er svona crowd pleaser á góðri íslensku og mér er bara gaman að hann sé að fara út og fá að reyna sig. Já, bara frábært. Glæsilegt sko. Já, sammála þetta er mjög skemmtilegu leikmaður. Gylfi kannski snögt 35 eins og segir, búin að hugsa um sig bara eins og atvinnumæður alla sína tíð. Getur hann spila til 40, heldur hann hafi áhuga á því? Ég veit ekki, þið verða að spurja hann. En við getum tekið Birki Mára því út að tala um þetta. Ég sagði alltaf við Birki, þú verður fyrsti leikmaðurinn, úti leikmaðurinn sem spilar eftir 40, þetta er ekki bestu sko. Og hann gæti verið að spila ennþá. Já. Þau bara langaði að flytja út og taka nokkur ári síðan. Hann var nú alveg brjálaður formaður Vals, þessi pistillatna, það er nú búið að vera að tala dálítið um hann pistillatna sem hann birti á einhverju Facebook-grúpu hjá Val. Talaði að hann hafi verið með fyrirlegabandi sem síðasta leikarn helgina á móti Skaganum og verið með hausinn niður og ekki verið með góða líkamstjáningu. Heldur að Gylfi hafi þröngvað þessi viðskipti í gegn, þessi félagaskipti? Ég veit að ég sá ekki hennan leik og mér finnst einhvern veginn ólíklegt að Gylfi hafi verið að sína einhverja vanvirðingu. Það er ekki sá Gylfi sem ég þekki. Nei, heldur að þeir hefði kannski að telja upp á 10 þannig voru þennan pistil? Er það ekki alltaf gott? Jú, svo er það. Hvað segir, Víkingur bara að fara að hlaupa með deildina? Þetta er bara ekki keppni, blikarnir skildir eftir í reiknum, enn eina ferðina? Nei, þetta eru bæði lið sem eru búin að styrkja sig skynsamlega finnst mér. En mér fannst Valsliði sigla undir radar sko, því eins og vorum að tala um áðan og horfið bara á framlínuna, Petersen, Jónatan og Tryggvi og áður en Gylfi fóru og horfður á miðjumennina, Aron Jó, Gylfi og 6-7 aðrir. Ögmundur í markinu, hörku varnamenn, þetta er lið sem getur veitt öllum liðum keppni. Já. En það þarf auðvitað að þú þarft að byggja upp liðsheild og ég veit ekki hvernig það gengur. Nei. En má ekki segja að það sé alvöru sneiðið að pilla á Val að Gylfi Þór Sigurðsson sér sig ekki fært að vinna einhverja titla. Nei, með þess að segja það var bara ekki nægilega gaman en ég myndi halda hans aðal ástæða var að hann vildi færi Breiðablik Víkingar til að vinna þann stóra. Já, maður heyri það en það er langt best að byrja hann að þessu. Við getum verið með getgátur. Sko. Já, Gylfi, þú ert velkomin í þáttinn. Já, við fyrir betur yfir það. Önnur í deglunni, Víkingar náttúrulega unnur Panathinaikos 2-1 í Helsinki. Óli, þú ert nú eldri en 2 vetra. Er þetta stærstu úrslit í sögu íslenskra liða? Ég hugsa það, allavega eina af þeir stærstu. Ég held það og maður svona hugsa líka, hvað hefði gerst ef við hefum fengið hennar leikina heima? Eins og það er að þurfa að spila hann úti og í Helsinki með fullri virðingu fyrir Finnum. Ef við hefum getað að spila hann leiki í Köpen,
það hefði kannski verið 2000 Íslingar og við vitum að það munar þetta annars væri ekki munur að heima útivelli. En mögulega náði þetta var kannski bara klókt hjá Víkingum að, eins og ég held að Hjörvar Hafliða var að tala um þetta að fara í einhverja ískalda borg, gervigras, Panathinaikos menn voru ekki nenni sér 1 sekundu sko. Nei. Það er hinn hliðin sko. En nú fara þær bara í allt annað bólgeim. Þú ert með sjóðandi blóðheita Grikki og sko, þú heyrt leikmenn lýsa því þegar þeir eru að spila í Griklandi eða Tyrklandi. Þeir eru kannski að taka hotn og þeir fá 40-50 kveikjara í bakið og farsíma og ráka og þetta er allt öðru sig og þú getur orðið lítill en Víkingsliðið er nú vel sjóað og er búið sko, vel svona drillað aftur góð íslenska það er auðvitað fjarlægu möguleiki að þeir komist áfram en það er möguleiki. En maður verður bara gefa þeim með respekt. Já, maður leggst bara bæn og heldur með þeim að sjálfsögðu. Algjörlega. Kannski síðast og bara góðvinni þáttans. Já, síst, þetta er nú bara síst. Arnór Sig búin að rifta, leðrætt, óskum honum góðs gengis. Er einhverju gluggar opnir í dag fyrir hann? Já, Svíþjóð, Bandaríkin, Noregur og manni skilst að þessi komi munnlegu samningu við Malmö. En þetta er ekkit, ég held að þetta sé ekki orðið opinbert en ég held að þetta sé líklegasti kostunni. Ég sé ekki önnulið í Svíþjóð keppa við Malmö eða þeir ætla sér að fá mann. Nei, sko eitt sem að því að Leifur nefni þessa frétt, sko þetta sýnir dálítið að því að þú nú búin að umba alla okkar bestu leikmönnum, sko þessi heimur atvinnumanns í fótbolta, þetta er ekkit grín. Þú veist, þú ert meiddur og svo bara, heyrðu, já, ég er alveg að koma tilbaka. Já, heyrðu, þú ert ekki skráður í hópinn. Þú veist, þetta er ekkit grín. Nei, ég veit það. Þetta er mjög harður heimur. Hann var að vísu búin að segja hann hefði ekki áhuga á því að vera áfram. Og þú ert kannski með þú þarft að tilkynna, ég veit ekki, 30 manna hóp eða 28 manna hóp og þú ert kannski með eitthvað 6-8 síðustu 1-2 sætin. Nokkrið þeir eru á samning. Eitt er búin að vera meiddur og segjast alltaf að fara. Þannig að það getur ráðið ykkur. Já, algjörlega. Að því, veist, þeir hafa kannski hugsað akkur við verið að spila honum í gang. Jú, hann er góður en til hvers. Þannig að þetta virkar á báða vegu en hann er náttúrulega, við vitum að hann heill þá er hann sko fjandi góður og hann á að geta fengið góðan samning í Skandinavíu. Ég held að Íslingar gerir sér ekki grein fyrir því hvað stóru liðin í Skandinavíu er að borga. Heldur við segjum ekki að við erum að gera kannski tóldi lítið úr því, hvað það er stór lið sko? Já, sko ég var að fundi með Bröndby fyrir svona 2 mánuðum. Það er 280 manns á launaskrá hjá þeim og þeir borga meðalmanni í liðinu og þá er ég ekki að tala sendir sem á að leysa vandamálin. Meðalmaður er með svona 7-10 milljónir á mánuði. Í alvörunni. Og þeir líta ekki, hann sagði mér bara hreinskilslega, við lítum ekki á íslensku deildina þegar við erum að hugsa einhvern í byrjunlið. Við horfum á íslenska leikmenn sem eru komnir út og geta eitthvað. Því miður bara þar var mikill munur. Liðin í neðri hlutanum gera það kannski, það er tímasóðan fyrir okkur. En er svona mikill munur á toppliðunum og miðju- og botliðunum á Norrlöndunum? Og munurinn er að aukast hérna heima. Ef sko, áðeins að vera leiðilegur að þá gat Fylkir orðið meistari fyrir 10-15 árum. Það er miklu erfiðar í dag. Því að bilið er að breikka. En heldur þetta sé líka erfiðar, heldur að bilið sé að breikka á milli toppliðan í Íslandi og toppliðan í Skandinavíu? Sambor við sjáum allavega Víkingarna vera standa sig vel núna á svona? Ég veit það ekki. Ég held hins vegar að þetta er önnur keppni að vera í Evrópu. Menn þurfa svolítið að læra þetta og ég held að bæði Arna Gullus og Kári töluðum þetta fyrstu árin. Sko. Menn þurfa svolítið að læra þetta og venjast þessu. Við höfum verið með, ég man eftir KR-liðinu helviti góðu fyrir nokkrum árum og fóru og töpuðu 6-0 fyrir Molde eða eitthvað. Jú. Þetta eru auðvitað ekki úrslit sem eru ásættanleg. Sorglegt hvernig KR var í Evrópu sko. Já, en sko þú þarft að spila kannski ár eftir ár. Víkingarnir eru svolítið að ná þessu. Já. Algjörlega, og við sjáum það líka bara eins og Eggert Aron, hann var að yfirspila þessa deild, ekki nógu góð fyrir Elfsborg. Reyndar Freysi reyndar að tæka fyrirlega minn Höskuld Gunnlaugs í brann sko, sem betur fyrir sögðunum bara neittak við því sko, látt hann í friði sko. Já. En við skulum færa okkur yfir í umboðsmennskuna sko, þú verður hæstaréttarlögmaður 92 og flestir myndir nú kannski bara láta þar við sitja, en þú tekur sér réttindi sem FIFA-umboðsmaður knattspyrnumanna haustið 97. Já. Sko, byrjum á lögmennskunni. Átti hún hugðin allan þegar þú varst yngri? Já, ég ætlaði annarkvort að fara í
sko, annarkvæmt ætlaði að vera kennari eða í lögfræðina og þegar ég var svona 16-17 þá ætlaði ég í pólitík og fara alla leið, ekki að vera aukalegari 16-17, það er grjótart. Nei, afi minn var ráðherra og þingmaður og hann kom heim á hverjum degi og við töluðum pólitík, ekki bara við, heldur bara hann kom og spurði hvernig hverju gengi í skólanum og svo framvegis og þetta bara átti í hug minn allan og í Vestló þá fór ég í forsetan og ég ætlaði bara, ég var svona, ég verið óþörlund á margan hátt, ég var sko forseti í Vestló, ég var í rökræðaliðinu, ég var í fótboltaliðinu og svo var auðvitað til leikriti í nefndamótið og auðvitað sendi ég þannig ég var mikið fyrir það að láta bera á mér eða svona mér fannst það bara gaman síðan byrjaði ég í lagadildinni og það var bara hörku erfitt nám og maður átti bara fullt í fangi með það og að koma í fjölskyldu og ég hugsaði bara nei, ég finnst bara betra að vera feysið en krát ég nenni ekki að vera ykkur starf í frontinu og mjög fegin því að ég held að sé ekki eftirsóknarvert á margan hátt að vera í pólitík sérstaklega eftir að pólitíkin orðin svona hörð og óvægin sem hefur fyllt svolítið kannski útlendingaumræðunni og þessum æsingöllum, ég meina menn ekki að hafa háttum það en heimilin hjá mörgum ráðherrum hafa verið vöktu sko 24/7 mánuðum saman og ekki á ástæðuleysu en þú varst ekki að heyra Bjarnabenn koma og gráta skilur í fjölmiðlum en þetta bara alvarlegur hlutur. Var ekki bara að reyna að brjótast í stjórnarráði í gær eða? Jú. Þannig að ég bara, þetta var svona meðvituð ákvörðun að hætta við pólitíska drauma. Ég þótti og þykir mjög gaman í lögmennskunni en sko umbóðsmennskan byrjaði svona sem hobby. Ég byrjaði bara vegna þess að voru strákar að leita til mín í Matildam sem til Rikka Daða. Já. Hann kemur til mín og langar rosalega mikið til útlanda. Og þá var hann hjá Fram sem var með þokkalegt lið og hann var ekkert að skora neitt rosalega mikið og hann var með lausan samning haustið og ég segi, akkur ferði ekki í KR? Þú ert með Himma Björns á öðrum kantinum og eins að Dana á hinum kantinum, ég þið toppskorari. Hann gerði það og þá var allt vittlust, það mátti menn ekki skipta félög. Já. En hann fór út. Já. Og svo voru menn að láta mig lesi við samningar sem þeim voru að gera og ég sagði með mér, akkur fæ ég mér ekki þessi réttindi bara. Já. Og ég fór í það og þá var það vísu svolítið þunglamalegt kerfi. Ég var að leggja 20 milljónir íslenskar inn á svissneskan banka og ekki hvaða svissneska banka sem heldur ákveðin svissneska banka. Og maður fer svona að hugsa eftir áskilur. Ég sagði fyrst býtu, ég kem bara með, ég læti ykkur bara fá tryggingu. Já, bara bankaábyrgð. Nei. Hvernig heldur að bankaábyrgð sé frá Nígeríu, var mér sagt, sko, ok, eitt yfir alla ganga. En svo fyrir maður að hugsa eftir á. Það er greinlegt að á þessum tíma var mikið spilling í FIFA. Og ef við sko segja að það verið 5.000 umbóðsmenn í heiminum á þessum tíma. Allir þurfti að leggja 20 milljónir inn á ákveðin svissneskan banka. Vaxtalaust eða sama sem eins og þetta í Sviss. Þetta hljóma mjög sérkjælna. Og þetta þarf ekki í dag, þetta var í nokkur ár, svo nægðu bara tryggingar eftir það. Já. Bíddu, hvernig virkaði þetta? Þú veist, lagður það inn á meðan náminu stóð eða hversu lengi voru þeir að gema þennan penning? Þeir bara, það átti að vera líklega forever en svo var kerfinu breytt. Þú varst bara með 20 milljónir tryggingu sem umbóðsmaður? Já. Óhugavert. Meira rúglið. Já, taka þetta kerfið bættur. Já, en síðan bara, sko, ég hélt að vísu í einfjöldni minni að það væri nægilegt fyrir mig að fylgjast vel með markaðanum hérna heima og svo myndi ellendulegin hringja. En þetta er ekki þannig. Þetta er auðvitað bara sölumerk. Já. Bara eins og allt sem þarf að selja þá þarf það að vera fyrir því. Bara þeir fiska sér róa. Þú þarf að byggja sambönd og ég gerði það. Ég ferðaðist Norðurlöndin og England og Holland og Belgíu og Skotland og heimsótti bara gríð og erg og heimsótti þess að fáu atvinnumenn sem áttum þá. Já. Þetta er eins og segir, þetta er ekki, eins og það er engin sem er ekki á Íslandi sem vakir og sofir yfir íslensku deildinni sem dæmi. Þú veist og við oft pælti bara þegar Óli Jó eða Heimi Guðjóns eða Arnar Gunnlaugs voru að vinna þetta trekk í trekk. Þá held allir bara að öll erlendu liði myndi fara að hringja í þess aðeila sko. Það er ekki alveg þannig. Nei. Það er enginn að horfa á þetta. Eða þú veist. Sko, það er Skandinavía fylgist þokkalega með. Og ég var aðeins að alhafa, auðvitað byggjum maður upp sambönd, auðvitað hringt öðru hvoru en þú þarft samt mest að hafa fyrir sjálfur. En sumlið fylgjast mjög vel með. Ég fekk til dæmis símtal daginn frá dönsku úrvalsdeildarliði og þeir segja allar Ísak að
Ísak Þorvalds að taka slagið með Rosenborg? Já, sagði ég, hann fór bara strax eftir mót og það núna. Ok, þú lætur okkur vita ef að breytist eitthvað, því að ég horfi á svona 3 leiki á hverju umferð á Íslandi. Og alltaf þegar ég sé Ísak Þorvalds þá hugsa ég, hvað í anskotanum enskur úrvalsdeildarsenter að gera á Íslandi? Hann svo öðruvísi, hann svo opbóðslegur skrokk, sko. Þegar maður tekur utanum hann, þá stingast í þig, brjóstin stingast í þig og það sko, það harðir kögglar, hann svo ofbóðslega byggður, hann öðruvísi senter, sko. Mann til dæmis með Óge Hærati að hann þegar hann kemur og þá spurði hann auðvitað fullt af fólki hverja hann ætti að breyta og hvaða leikmenn hann ætti að horfa á og þessum hefði ekki verið að horta á og svo framvegis og spurði mig að þessu að því ég kom með hann til KSÍ og ég sagði honum, ég passaði honum að segja ekki bara frá mínum leikmennum, ég sagði honum frá mörgum öðrum leikmennum sem ég vildi sjá þetta eins og bara Andri Fannar og svona topp talentar og sagði honum frá Ísaki og hann sagði, já, hann ekki senter í mínum huga, hann miðjumaður. Og ég segi, ok, hann nú samt, sko, hann var miðjumaður og ég kaupa alveg hans að segja, en hann samt öðruvísi senter. Svo valdi hann í janúarverkefni fyrir ári og þar stóð Ísak sér drulluvel, skoraði og lagði upp og svo framvegis og þá sagði hann einmitt, já, ok, nú skil ég þetta betur. Hann gefur þér ákveðina vítt. Þannig að ég hugsa ef Ísak hefði haldið áfram með Rosenborg og ekki komið heim í eitt sumar, að þá hefði hann verið í hópján. Já. Þannig að nú þarf Ísak bara að sanna sig þar sem hann og þá hann, það vita allir hvað hann getur. Breiðablik vann deildina þessi 2 sumar sem hann var með. Það rétt og það engin tilvíðum, sko. Ef ég var hann myndi ég bara fara aftur í Breiðablik, sko. Nei, hann geggjaður. Hann alltaf góð fyrir svona Já, og hann unit líka. Absolutt unit, sko. Óli, ég ætla að fá að beða að færa maginn aðeins leikar fyrir miðju. Hann erfiður. Takk, kæra. Sko, já, þú náttúrulega búin að vera síðan 97 í þessu. Hefur bransinn eitthvað breyst? Öðru sem vera umbóðsmaður daginum aldamótin? Ekki svo mikið, nei. Væskátt og eitthvað svona dæmið, skiptir engum máli kannski? Jú, sko, ég ekki á samskiptamiðlunum og ég segi alltaf, sko, ég hef engan tími í það og samskiptamiðlar hafa aldrei selt leikmann en mörgum strákum finnst gaman að þeirra sem getið á samskiptamiðlum og ég skil það alveg, sko. Ég hef bara ekki tími í það. En það getur vel verið að maður tækja einhverja menn inn sem sjá þá svona hluti og styrkja hópin, það getur vel verið. Já, nei að því að sko ástæðan fyrir velta þessi fyrir mér að Halldór Árnason var í góðu viðtali á okkur daginn, þar sem hann var að tala sko hann var svo gagnadrifin. Já, hann var mjög gagnadrifin og hann var að tala sko til dæmis hvernig hort á þjálfara, það ekki að horta á hvað hann fekk mörg stig, það hvernig liðið hans að spila og hvort að sé einhver ákveðin snertingar í boxinu og bara svona hvað maður að segja, bara eitthvað svona identity á hans leik, frekar heldur en hvað hann skóra mörg stig maður veltir þessu líka fyrir sem með leikmenn sko, þú veist bara eins og Anton Logi var út núna og svona, þú veist, kannski gamla daga var þetta meira bara, þeir eru ekki dagasætt í 20 mörg, hann komið til Norrlandana, hvort það sé verið að horfa í fleiri þætti sko. Já, sumliðin út í heimi eru rosalega gagnadrifi, það alveg, leikmaðurinn alveg sko grindur í tætlu og sumliðin finnst mér eru komin oflátt. Já. Önnur sem betur fer vilja líka sjá leikmanni spila og hitta hann og sjá hvernig karakterinn og svo framvegis. Þú baðst mér að rifa upp einhverja sögur og ég var að hugsa, ég rifiði ekki upp þessa en ég get bara komið inn að í framhjálpi. Ég held að ég veit að Howard Kendall var framkvæmdastjóri hjá Everton langt síðan, 30 ár síðan. En hann sagði mér, hefur að tala um leikmann, hann sagði, ég sæna aldrei leikmann þegar ég er búin að senda kona með hann út í hádegismat og svo spyr ég bara kona mína hvernig gæði þetta? Þar ég hafa áhyggjur. Er þetta skemmt epli? Shit, hvað það sniðugt maður. Fólk hættir ráða þannig vinnu líka sko. en það sannleikur í þessu. Þú heyrt framkvæmdastjóra liða að tala um það að ef þú ert með einn gæi í vesinni það jafn mikið vinna og vera með hina 20. Einmitt. Já. Og það heldur dýrt spöð að þú ert búin að sæna hann sko. Já. Það getur verið dýrt, getur kostað. Margir, við fengum náttúrulega fullt af spurningum í aðdraganda þáttarins og ein sem kom brá oft fyrir var hvernig fær umbóðsmaður leikmenn til sín? Komaði bara á færibandi? Nei, það ekki þannig en það svolítið gaman að ég að fá sko, það að tala um í synir leikmanna sem ég hef selt út maður svo gaman í þessu en það allur gangur á því bæði tala leikmenn við mig, ég tala við
þjálfara, ég tala við leikmenn, ég fer á þriðaflokksleiki, fyrstundum á fjóraflokksleiki, er hálffeimi við það, maður eins og bara skilur, maður getur hringt í lögregluna en þetta bara vinnst svona, ég sé drákastundum á N1 mótin á Akureyri og svo framvegis og svo svona bara fylgist ég með þeim í huganum. Það eru rosalega efnilegi strákar á leiðinni sem eiga pappa sem voru góðir atvinnumenn. Það er bara þannig. Já. Þannig að þetta auðvitað gerist það líka bara eftir því sem að þitt orðspor hækkar og hækkar að þá kannski, ég segi alls ekki þarf það að minna fyrir hlutunum en þá kannski fara þær að koma meira til þín heldur en að þú þurfur að sækja á þig eitthvað. Jú, það er auðvitað þannig og ég er svona, ég get ekki unni fyrir alla þannig að ég segi ekki nei ef að kemur einhver ógeðslega góður, þá reyni ég að skvísa honum inn en þá komið góði leikmaður til mín og ef ég er með einhvern annan á sama aldri í sömu stöðu þá læti ég vilt vita því og segi bara, ég meður ekki núna því að ég er með hægri bakvörð, hann er jafngamall hér, hann er með þér í landsliðinu, mér finnst það ekki passa. Já, ok, þú getur ekki bara verið með 2 Sko, það er alveg hægt að vera á sikkurum aldri og svo framvegis en það er ekki kannski sanngjarnt ef að báðir eru 2005 og skilur við, þá er þetta að skapa smá erfiðleika. Ég læti allan að vita því. Já, ein spurning sem ég er með, þú er búin að selja fullt af leikmönnum út verður maður móðgað þessum umboðsmaður þegar þeir eru komnir eitthvað x langt og segir ég ætla að skipta umboðsmann? Ég hef aldrei verið móðgaður, mér hefur sárnað, ég er alveg viðurkenna. Já, suma vinn ég fyrir alla ævi en sumir semja við einhvern annan þeir eru komnir út og það er, sko, ég er ekkit vondur því að þeir fá alla frið eða þeir geta eitthvað fyrir umboðsmann sem segja, ég er með Liverpool og þú getur eitthvað umboðsmann sem er á Íslandi. Já. Hann er ekki að fylgjast nógu vel með þér hérna, skilur við. Þannig að ég vinn oft með erlendum umboðsmönnum, búin að vinna með, sko, til dæmis Humphrey Niemann í Hollandi frá því bara ári eftir ég fekk réttindin. Hann er eins heiðalegur og það verða, hann er svona passlega stór, hann var með Hasselbank, hann er með Vinjaldum, hann er með svona, nokkra stóra og svo bara svona nokkra eðlilega. En ég hef lært mikið á honum, hann er glerharður og ég sendi honum svona kannski 3-4 leikmenn á ári sem hann krönsar og það er bara sigur fyrir mig ef honum líkar eitt þeirra, skilur. En ef honum líkar þeir, þá, fyrst til hann sá Willum, þá sagði hann bara, það var vetrarglögginn og hann sagði, það er enginn að leita svona manni núna en í sumar. En þá seldi hann til Bati Borisov og Humphrey var brjálæður, sko. En síðan hjálpaði hann mér að koma honum til Go Ahead Eagles og svo tók hann saman til Birmingham. Þannig að hann er rosalega öflugur þegar ef hann er hrifinn af leikmannum þá bara finnur hann lið. Hvað fer mikill tími í umboðsstarfið versus lögmanninn? Svona 70-80% í umboðsmennskunni. Já. Þannig að lögmennskan er orðin hobbyið sem að umboðsmennskan átt að vera. Hann er viljað að hafa. Hefur einhvern tíma komið til tals að umbæ öðrum íþróttum en fótbolta? Sko, ef ég væri 30 að byrja þá myndi ég taka þetta allaleg, þá myndi ég taka stelpunar og ég myndi taka körfuboltan og handboltan og ég veit alveg hvernig ég myndi gera það, ég ætla kannski ekki að útvarpa það hérna en já, ég myndi taka það allaleg. Já. Ertu ekki með neina stelpur núna eins og er? Nei, ég hef hjálpað einstaka stelpum svona bara í gegnum kunnískap en ég hef bara, sko, maður hefur bara takmarkaðan tíma og bara til að segja alveg svo er og það er ekki leyndamál, það var ekkit upp úr því að hafa að flytja út stelpur og þetta er vinna mín. En þetta er að breytast og ef síðasta HM hefði ekki verið í Nýja-Sjálandi þú ert að vakna nóttinni til að Evrópa var ekki þar, þá var þetta komið ennþá lengra. Því þú veist, þetta bara snýst peninga og kallmenn get ekki auglýst allt það sem konur geta auglýst, þannig að þetta á eftir að vaksa ennþá meira. Já, klart. Hvernig varstu sjálfur í boltanum á þínum yngri árum? Þú voru að spyrja pappa þinn. Óli og pappi eru saman í Old Boys, Gold Boys. Sko, ég skal bara vera alveg hreinskilinn. Ég var ekki nógu góður. Ekki? Nei, ég var samt, sko, ég var í Gróttu, var ágætur, skulum við segja bara. Ég var sender og fór aldrei á hinn helmingin á vellinum. Ég sá aldrei hinn helmingin. Og svo kom þjálfari KR til mín þegar ég var svona 15 eitthvað og spurði, hvernig er það með ykkur í Gróttu? Hafið þið aldrei farið í keppnisferð til útlanda? Nei.
Já, við erum að fara í KR til Danmerkur og Svíþjóður í sumar og okkur vantar sendir. Já, hvað á ég skrifa? þetta var svona. En þá var gríðalegu munur, sko. Eftir svona 3 vikur, þá tók ég bara, sagði Vingo bróðir, hann 7 árum yngri ég, þú ert að koma í KR. Því að það var gríðalegu munur þá. Nú ekki mikill munur. Það allstaðar toppþjálfarar og velhugsaðum þetta, en þá var mikill munur. Svo þegar ég var 19 eða 18 þá meðist ég í baki og missa alveg út svona ár, byrja aftur, kemur meistarlófsæðingar í KR, það einhver breskur þjálfari og það var bara, sko, það voru allir taklaðir upp í efrivör og ég ekki þar, sko, og var að byrja í lagadildunni og það bara, þetta komið gott. Ég nú fylgst með þó nokkur leiki hjá Óla og hann að vera hófað núna, sko. Já, hann góður. Helviti liðtækur. Jú. Ég var ágætur í að puttunum minn. Já, góða staðsendingar. Já, refur í bóksinu. Sko, kannski rétt aðeins Old Boys, ég var bara að velta fyrir mig hvort að sé einhverju spennandi bita þar, eitthvað til útflutnings, jável. Eða ekki peningur í því? Old Boys lið erlendis. En ég skal sann segja ykkur og þið náttúrulega eruðu sjálfur að sprikla, þetta náttúrulega ógeðslega gaman. Já. Við erum frá 53 og upp í 67. Það Íslandsmót og það Pólamótið á Akureyri og þetta bara félagsskapurinn, sko. Og svo höfum við farið örugglega 10 sinnum til útlanda að spila, við kvöldum þetta alltaf Evrópuleikina og við draugumst alltaf útivell og leikirnir eru alltaf á föstudegi, þannig að þá getum við fara út að borða á föstudeginum og fara að leika á laugardeginum og fara aftur út að borða í kvöldi. Geðveikt. Og við erum búin að spila við Celtic og Rangers og Kilmarnock og Norwich og bara, en vandamáli núna getur við ekki lengur farið til Skotlands og Englands og fundið jafnaldur okkar til að spila við. Nei. Þeir eru bara ekki... Þeir eru bara á dánabeðinu. Já, bara þeir eru ekki hreyfanlegir, sko. Síðast fórum við til Danmerkur, sko, og síðast við spilum við Celtic, þá voru þeir, sko, það var Neil Lennon og David Dunn og þeir eru allir 15-20 árum yngri. Já. Það var ógeðslega gaman. Þið hefði verið að spila við kempur, hann alvöru... Já. Nöfn, hann. Spilum við Norvið, þá var Huckerby með þeim. 2 árum áður var hann að spila með Manchester City í meistardeildinni. Vilhjálmur Alvar átt að taka hann á kantinum. Já. Huckerby var búinn að skora 2 eftir 5 mínútur. Og Vilhjálmur Alvar skipt út af. Já, Vilhjálmur við umgöngustan, sko, af nærgætni. Mjög gott. Dokkobit, ánægði viðskiptavinir. Já. Innleiðing rafrænna undirskrifta. Já, hún dregur kostnaði og eigur framleiðina. Já, þeir gera það. Hraðar og einfaldari ferlar. Og pappísón. Já, ég meina, ég hefði hugsað að lögfræðingar getur nú nýtt sér dokkobitin. Já, ég gera það. Rafrænar undirskriftir og líka umboðsmenn, ekki síður. Já. Ég gera það, þetta mjög sniðut. Stór sniðut. Sko, mér langaði líka ræða við, Óli, aðeins unga leikmenn í dag. Þessari spurningu og umræðu breiður margótt fyrir á hinnum ýmsu kaffistofum og hlaðvörpum, sko, hvenær eiga ungi leikmenn að fara út? Það ekkit eitt svar við því. Það bara, sko, ég hins vegar brýni það fyrir öllum strákunum og foreldrum eða segja þeim frá því að þetta rosalega erfitt. Og þetta ekkit auðveldara heldur en það var. Þegar ég var að selja mína fyrstu leikmenn, þá lét ég sitja inn í samningin að þeir mættu koma í klúbhús í 3 viku til að hringja heim. Það voru ekki tilnefndir gemsar, engar tölvur, engir samskiptamiðlar. Núna halda menn þetta sé miklu auðveldara því þú getur verið í sambandi við fjölskyldu og vini og allt. En þetta drullu erfitt og þetta lýsir sér eiginlega, sko, ef ég tek bara svona næstu, já, sko, sé bara raunhæft dæmi. Þú ert 19 ára strákur úti. Þú hittir stelpu síðast þegar varst á Íslandi. Þeir ekki beint saman en þeir eru svona góði vinir. Þetta svona í progress og það skólaball hjá MK. Þú færð 100 snöpp. Þú færð úr partíinu, það gaman, hún heldur að vísa utan Magga á einni myndinni, skilur við. Mitt, á búin að heyra því. Já, og það rosa gaman og þú færð snöpp þú færð ekki að sofa fyrir hún komin heim klukkan 3. Það klukkan 4 hjá þér. Það æfing 8. Þetta rosalega erfitt. Já. Og menn halda allt sé honky-dory hérna, allt sé opbóðslega skemmtilegt, af því þú fær bara það skemmtileg út. Þú fær aldrei það leðilega. Nei, það rétt. Og þetta drullu erfitt og þó þú sétt orðin 22, 34, þetta erfitt. Maður veldi líka fyrir sig hvort að þetta frábæð punkt sem þetta nefna, sko, hvort að því að segja í gamla dag voru ekki gemsar og þú gast ekkert verið í tengingu við Ísland sem að
mögulega gerir þetta bara ennþá erfiðar, allavega ekkert auðveldara. Þú sér bara hverju þetta missa af. Já, nákvæmlega. Já. En þetta einstaklingsbundi, það volið erfitt að segja við 16 ára strák þar sem áhugi frá erlenduliði ekki fara, þetta of erfitt. En ég reyna að segja öllum hversu erfitt þetta og stundum mjög sjaldan vísu þá geta foreldrar eða annað að kannski komið með, það hjálpar. Já, en fer það eftir, lestu í karakterin áður nú ákveðu hvort þú að segja honum að ég mæli mig að gera þetta eða ekki? Maður reynir það er auðvitað erfitt hjá svona ungur strákum. Foreldrarnir eru naskar auðvitað á það. Já. Stundum er hægt að koma því við að foreldrarnir eða það kannski pottur ákveðni peningar sem leikmaður má nota til að fara heim og pottin má líka nota fyrir foreldrarna til að fara út. Sumstaðar mega liðin bara borga undir leikmannin. Já. En flest liðin skilja þetta og ef að strákarnir eiga erfitt þá alltaf reynt að finna lausn. Já. Leikmaðurinn fær kannski að koma heim í viku og hlaða sig og svo framvegis. En það getur samt ekki verið tilhörun, nú er ég bara, þetta var að koma upp í kollina með núna að þessi bestu gæjar fóru samt eiginlega allir ungir út, Gylfi Sig, Jói Berg, Alfred Fibbo var reyndar tók 1-2 sísón í hann fór seint til já, en samt fór hann bara 20 sko, en eitthvað en já, það er kannski alveg seint þú veist, Kolbett Sigþórs, bestu gæjarnir fóru út snemma já, en þá var kannski meiri munur ég held að, þó að við séum ekki hátt rankaðir hjá FIFA-deildin, þá hún betri og lengri heldur en hún var, það er meira krafist af leikmennunum. Þannig að þetta er ekki þannig í dag að þú sér keyptur 16 og svo bara ekki. Nei. Og það var kannski aldrei þannig, en það var meira þannig, sko. Ensku liðin og hollensku liðin, þú vildi bara fá leikmenn að 16 að því við getum gert hann miklu betri. En þú ert með fullt af öðrum dæmum. Heimir Heiðars var 23, hann fór út. Viðar Kjartansson var 23. Já. Elías Már Ómarsson var komin í aðaliðið 18-19 ára hjá Keflavík og vakti þá athygli. Þannig að, sko, sénsinn eru þetta mikil þegar þú er 16-17. Og svo er kannski ekki hort nógu mikið á það með þeirra 18-19 en þegar þú komin í aðaliðið ungur, sérstaklega í bestu, þá er hort á þig. Já. Og stundum í næst eftir. Já. Kjartan Gári. Já, til dæmis. Já. Einmitt. Hákon Rapp líka. Hann endaði bestu, já. Það er sæmilegi einyrningurinn. Þú ert nú með, sko, að því þú ert nú bliki, ég meina, Ásgeir Helgi Orrarsson, sko, ef hann fær að spila hjá ykkur í ár, þá er hann útfinnist. Veistu hverju pappið hans? Nei. Orri Hlöðves, frumir. Já, kongurinn. Það er besti hafsendin í dag. Já, hann er einn af þeim fáu sem, sko, hann getur þrættan milli lína. Sko, maður sá það með 19. liðin út í Ungarlandi, svona í öðrum leik og þriðja leik, þá var greinilega bara fyrirmæli frá þjálfarunum, Ásgeir frá boltan og hann ákveður svo hvað verið gert. Já, það er heldur góður eiginleiki. Já, gæði og fleira. Ég var einmitt ég kom við í frumir í vikunni. Já. Það var annars skiptið mitt í miður. Orri var að senda mig þessi ummæli Óla í standarskoðun. Já. En látum við okkur sjá. Sko, akkur eru við svona góðir í yngirlandsliðunum en svo verðist að einhver leiti kannski fjara út eftir þau. Erum við ná flottum árangri þar, sko. Ég veit að það er ekki einfalt svar við þessu. En ég held samt að það sé svolítið til í því sem að Birkir var að segja að þeir sem að fara ungir út virðast oftar enda mjög góðir heldur en aðrir og þarna úti ertu með alla. Það er ekki bara nokkri íslingar sem að fara út, þeir eru með massan við þessar æfinga aðstæður og við þessar áherslur sem þeir eru þannig að þeir bíli virðist breyka. Mér langar að kvóta í eitt góðan þátt sem við tókum fyrir löngu síðan með góðvinn þáttanins Viktor Unnari þegar hann fóttir út í Redding þegar hann var 15-16 ára með Gylfa Sig. Sko, hann talaði sko, hann var bara búin að hafa kósi, bjóð bara í smárunum, röldi bara æfingar hjá Breiðablik, svo voru bara mættið til Redding, það sem var bara allir sem voru með um æfingum, vissu bara að þeir væri náttúrulega bara að fara í fangelsi í Brasilíu, það myndi ekki meika það, sko. Þetta er ekkert grín. Nei, ég veit að samt, sko ég seldi svolítið að leikmennin til Norvíts á tímabili. Já. Og það voru tvær ástæður, bæði þekkti ég svo sem var yfir akademíunni, en líka vegna þess að þeir gerðu stúdíu á hvaða leikmenn kæmu til Englands og hverjir meikuða, eða sko kannski ekki segja meikuða, hverjir fór ekki heim eftir árið að 2 og við vorum í topp 5. Já. Þannig að það er einhver þrautsegja í okkur, þegar við erum komnir á vettvang þá ætlum að reyna
ná árangri. Já, það samt mikið verið að tala núna og ég ætla bara að taka upp hanskan fyrir unga leikmenn að mikið talað þegar leikmenn fara út, koma svo aftur heim að þessi að koma heim með skottið á milli lappana. Erum við ekki alveg ósammála þessari nálgun? Þetta ekki bara, þeir fengu góðan skóla en kannski aðeins stórt skref? Jú, þetta að vísu, þessi umræða miklu meiri eftir að leikmennir fór að fara til Ítalíu. Og það oft áfall fyrir þess að stráka að koma heim og þess vegna vil ég bara taka hattinn ofan fyrir Arnari Gunnlaugs því að hann var að fá menn sem voru brotnir sem komu heim. Eftir viku þá stóð bara ég bestur á ennina þeim. Þetta voru, sko, hann var tiltölulega nýbyrjar að þjálfa þegar þetta var. Hann greinilega alveg frábær í þessu. Já. En sko þetta Ítalíu dæmi og ég tók ekki mikinn þátt í því að ítalski umboðsmaðurinn sem ég við með, hann segir það eru 2 mestarlega 3 lið hérna sem geta tekið við ungum strákum. Hér bara skrifar undir og svo ertu bara on your own. Og veist, ég seldi Ágúst Orra til Genoa og þeir voru með þýskan sportdirektor og voru búin að sjá hann spila, hann var bestur á móti Spáni og þeir eru að kaupa alvöru talent. En það eru bara svo margir skrýtni hlutir þarna sem sko, það svona, það eiginlega svona, ég segi ekki sé að dissa Ítalina, en það margt skrítið þarna, það svona ákveðin knattspyrnu hroki. Svona, sko, Ágúst Orri til dæmis, sko, hann félagslega sterkur, hann alltaf brosandi, hann alltaf í góðu skapi. Þar bara kvartað og kveinað því hann talar ekki ítölsku nánast from day one. Og ég að segja, heyrðu býtu, Albert Guðmundsson talar ekki ítölsku, mér sýnist ekki að há honum mikið. Nei. Og svona bara litli hlutir, veist, Ágúst kannski kemur, ég vonið sér ekki að segja mikið, Ágúst kannski kemur inn í matsalinn, mætir aðstoðarþjálfurum að leiðin út og Ágúst segir, var ekki maturinn góður, brosandi? Og það var bara potað í bringun á honum. Þú þarfst að læra það að allur ítalsku matur góður. Skilur, það aldrei high five, aldrei faðm, aldrei vart frábær á æfingu. Já, þetta já. Bara aldrei. Og svo bara þegar við bara sáum, heyrðu, hann fær ekki að koma inn á lengur hjá liði 2. Og það var ákveðið að slíta þessu og tók svolítinn tíma og svo í landsleikjalli og það er ekki búið að skrifa undir, það er búið að ganga frá öllu. Og hann kallaður á, þeir eru með nokkra leikmenn ykkur í landsliðum, hann kallaður á æfinguna og eins og mér var sagt frá svo ekki af Ágústi því hann nú ekki gropinn. Nei. Hann fíblaði bakvörðin hjá þeim nokkur sinni, það ofta að bakvörðin var fann að ídónum og hafi í hóttunum og svo framvegis. Og hann sagði mér þýski knattspyrnu direktor og fútbol hann sagði mér það lái áflugum á milli þjálfarans og þjálfara annarsliðsins, akkur í óskupunum, hann var ekki að nota hann sko. En þetta var bara of seint. Það var búið að hugurum var komin heim. En er það ekki bara fínt að þetta Ítalíu projekt, þetta allavega að hægja á þessu núna? Jú, þetta voru mjög einkennlegi dílar, þeir borguðu sjaldnast, eða þeir borguðu oft ekkert, eða nánast ekkert, þetta voru allt framtíðarpeningar. Maður heyrði líka, tóku náttúrulega Arnór Sig og hann sagði bara, ég var bara einn af 20 leikmennum hann einhvern veginn, það voru bara endalaust margir keyptir inn og svo bara einhvern veginn. Spili bolta, já. Ég seldi Breka Baxter til Lecce og þeir borguðu, ágætist pening til að byrja með einhverjar, ég man það ekki, milli 5 og 10 eða eitthvað sliðis. Þetta var í lok sumargluggans og hann fer nokkrar æfingar, vika, hálfu mánuður, svo fer hann í landslýsverkefni og hann meiðist í fyrsta leik, kemur meiddur úr landslýsverkefni. Þeir vildu strax hann fara að hlaupa, það var ekki séns. Hann var haldrand á æfingum í einhvern halva mánuð, hann til loksins fékkst sko bara viku, hálfsmánaðar pása, þannig hann geti náð sér og svo náði hann einhverjum 2-3 æfingavikum, svo koma jólin, hann má fara. Já, og 7 aðri leikmenn. Já. Ég sagði, þið voruð að kaupa hann fyrir, já, eigandinn, sko, við vissum það, eigandinn mjög sérstakur. Já. Það með að fara. Og þá kaupa þeir bara í kipum, einhver þeirra megar það og hann borgar restina. Já. Þið sjáu það að þið vorum að tala andra fannar. Ég er mjög hrifin að andra fannar. Maður sá hann bossa leiki hérna á móti umspilsleikin á móti Tékkum, skilurðu. En það held ég drullu erfitt að vera hjá svona liði og alltaf lána þér hist og her. Já. Það er alveg sama hvað liðar. Við getum tekið Elfsborg, leið og einhver leikmaður sem er á 3-4 ára samningi slagar upp í andra fannar. Hann er kannski ekki eins góður, en þá er hann tekið framfyrir af því hann er á 3 ára samning. Hinn er lánsmaður sem þið fengi ekki að kaupa. Þannig að þetta er drullu erfitt, þetta hægir á, veist, hann
finnst mér ætti að vera bara lykilmaður í allandsliðinu núna. Já, einmitt. Já, svo ertu komin í febrúar mars og þeir bara við erum að fara missandi 3 mánuði fyrir að spila okkar leikmönnum sko. En kannski eina góð við þetta Ítalíu-projekt að þú ert með Gísla Gotta, Benóni Breka, núna Ara Sigurpáls, þetta hefur greinlega ekki alveg brotið og þeir eru að koma aftur tilbaka. Já, og það kunst að taka við þeim og eins og ég segi, Arnar greinilega hafði það og gekk vel hjá Benó hjá KR, hann fikk tröstið. Heldur betur. Gísli Gott fikk tröstið hjá Víkingornum, að vísu kannski vegna þess að Pablo mittist, en gott og vel, hann fikk tröstið og stóð sér frábærlega. Já, allt frábæri leikmann. Sem þetta nefndir, sko, eitt kannski að lókum, ég var aðeins að veltaði fyrir mér, hvenær skútan búin að sigla yfir, hvenær skipið silt, sko, og kannski í þokkabót, eigum við einhvern Jamie Vardy, svona þegar við hugsaum tilbaka, einhvern alvöru leit blúmur? Sko, ég þarf að fara langt aftur í tíman. Ég seldi Ólafur Bjarnason til Brann þegar hann var 26 ára og ekki í landsliði. Já. Hann spilaði 10 ár, var Noregsmeistari, komst í landsliði, fullt af landsleikjum. Það er gaman að því. Það er alltaf gaman að gagnast leikmönnum og hjálpa þeim að uppfylla draumana. Það er stundum fær maður ekstra kannski ánægi, eins og bara þegar ég kom Júlla út til Frederikstad. Júll ekki fyrsti leikmannur sem hún tekur eftir eða horfir á Víking spila. Nei. Þú sást Djúrik og þú sást alla þessa sem voru með meira flór. En hann sko, ef þú horfir á nokkra leiki þá skynjar hvað hann er mikilvæg. Svo gera hann þetta aftur hjá Frederikstad. Þeir vinna endalösa 1-0 sigra og bikarmeistarar, hann skora sigurmarkið og víti og auðvitað er maður alltaf að henda út færum og svo bara myndast dialógur við Elfsborg og þeir kaupa hann á fullt af peningum og hann fær miklu betri samning heldur en að var með og það er bara æðislegt að sjá það skilur. Hann hefur ennþá svona agiteri sko, hann er í landslýshóp en ennþá er hann einhvern veginn ekki treyst til að vera í byrjunarliðinu en ég held einmitt að við þurfum eitthvað svo bara. Já, það er rétt. Að kaptinn upp öll yngilega allir 98. Já, þetta er toppdrengur. Við þurfum að sjá meira honum í bláu treyjunni. Já, svo er það topp eintak. Já, topp eintak. Og við förum kannski aftur í umbóðsmanna heiminn. Út í heim. Það er endar aðeins að skjóta í lengjunni. Ég er dólda að teipa út í heimi. Þú ert svolítið þar, já. Verður allt vitlaust í enska eða allt rétt. Það stefnir 170 milljónir fyrir 13 rétt á laugardaginn. Það er ekki svo erfitt að hitta á 13 rétta. Nei, það er það sem ég er að segja. Það er verið að gefa til mikil sem við nefnum lengjunni og svo fer þetta að sjálfsögða allt til íslensk íþróttalífs ef þetta gengur ekki það skiptið og svo er það tapar aldrei. Kontakt fyrirtækjaráðgjöf fáanleg fyrirtæki, þeir eru náttúrulega bæði í kaup og söluferðum. Já, þeir vilja kannski koma að framfæri að sum fyrirtæki, það er leinilegt að það séu til sölu, þannig að það er bara heyrið þeim sko. Já, þeir eru með nokkra bita sem er best bara að tekka á þeim sko og fá kaffibolla. Það er nú oft þannig að bestu dílarnir gerast yfir kaffibolla, er það ekki það? Þeir eru ekki kaffi. En ok, þú veist, fyrst við erum að spá í kaffibolla, þú veist, hversu stór partur af þessu er yfir SMS og hotmail og e-mail og hversu stór hluti er bara yfir einmitt tebolla eða þarf það að fljúa út? Já. Þetta er rosalega mikið símtöl. Hefur það breyst eða hefur það? Nei, þetta er ofboðslega mikið símtöl en þetta er náttúrulega oft við menn sem ég er búin að hitta og þekki og já, en þetta sko WhatsAppið er notað auðvitað sérstaklega hjá löndum sem er ekki með reikiþjónustuna og svo framvegis sko. En þetta er sími á fyrst og fremst. Já, þetta er mest í síma, já. Og það er bara helst ferð kannski þegar bara að vera að skrifa undir? Já, yfirleitt er búið að ganga frá flestu. Já. Það er kannski eitthvað svona smáatrið sem er eftir en ég fer yfirleitt alltaf með leikmannum að því það þarf að lesa við samningin og passa að síja öll atriðin það inni. Já, við hefum lent í því, var það ekki bara Gunnar Heiðar, þinn maður, sem var að tala með þetta í okkur sko, þegar hann mótið Tyrklands eða eitthvað, þá var búið að segja hann á samningunum svona, svo mættir hann út og hann bara þetta er ekki að sem við búið að tala um. Já, ég var ekki með hann til Tyrklands, þannig að ég get ekki svara fyrir þetta. En þetta hlýtur að gerast? Já, þetta gerist sko og maður hefur lent auðvitað í alls konar hremmingum. Sko langflest fólk er heiðarlegt og gott. Það er bara þannig og ég hef unnið með umboðsmönnum út allan heim, Suður-Afríku og nefndi þá, það stenst yfirleitt alltaf. Einu skiptinu ég lendi í vesinni er Kína og Rússland. Já. Það er eins og menn svona, ég veit ekki hvort að maður er að segja nýríku löndin en svona þeir umgangast sannleikan ekki á sama hátt og við hinnir. Nei.
þá er gott að vera með lögfræði bakgrunn. Vera með Óla Garðars að baka sig. Já, heldur betur. En að þið voru að tala um lengjuna, hafið þið unnið eitthvað? Já, það kemur alveg fyrir, ekki reyndar, ég tippa... Ég vann í geturunum og keypti með minn fyrsta hest. Nei, já. Það er rosalega. Og sem breytist í BMF. Þannig að þetta er hægt, en þetta er líka hættulegt ef menn passa sig ekki, sko. En að tippa í íslenskun geturunum er alveg saglust. Já, það er bara, það setur spenni í leikinn. Já, það er svona eins og þegar maður fer út stundum að horfa á sína menn keppa, þá sitja ég oft smá pening á, first goal score. Já, skemmtilegt. Svo er eitthvað þvag inn í og það er smá spenna, var það hann eða? Já, ég er sammála, það gefur svo lit. Já, gerir það. Maður gerir þetta þó að þetta veri Hemmi Hreiðar, þó þetta sé varnarmaður, þá gerir maður þetta alltaf. Seta Hemmi fóð gult. Já, það var lífið því. Það var safe. Sko, eitt, að því við erum að tala um ennþá SMS og tölvupósta og síðan í persónu, sko, ég har alltaf verið, mér finnst geggja að fylgjast með gluggadeginum þar sem að maður fær svona smá innsýn í hvernig fótboltaheimurinn virkar og maður sér managerana vera með borðsíman og vera með annan sím í hinni og samt að öskra á einhvern út á gólfi og þú veist, hvernig er skrifstofan hjá þér? Þú veist, ertu með borðsíman ennþá bara á spíkernum og síðan ertu með farsíman? Nei, þetta er mjög misjant. Stundum, sko, sumaglugin er alltaf 10 sinnum stærri en vetrarglugin. Að því í öllum eðlilegum deildum þar er bara tímabili júní til júní og því þekki náttúrulega Þjóðverja og Hollendinga og þessar skipulögðu þjóðir, það er bara, þetta er budgetið. Við eyðum honum okkur vanta þessa leikmenn og svo er bara nánast ekkert kippt í vetrargluggan. Nema einhver meiðist eða einhver klikki alveg, sko, en hann er svona jafnaði 10 sinnum minni peningalega. Já, áhugavert. Þannig að, og svo, sko, svo er þetta bara þannig, í sumum gluggum þarf ég að færa kannski 4-5 leikmenn. Í sumum gluggum eru flestir bara á góðum samning og er ekkert verið að færa, þannig að þetta er mjög mismunandi. En er ekki deadline day að breytast aðeins að því að liðið eru bara búin að skipuleggja leikmannahópana sína betur eða? Ég vildi óska þess að menn væru skipulegðari, en það er ekki raunin. Og að því varst að tala um heim atvinnumannsins, það er nefnilega eitthvað sem að, sko, fólk tala bara um launin, en það er fullt af óhæraði. Þú veist ekkert hvað þú dansar næstu jól. Nei. Á ég að segja upp íbúðinni núna? Er ég að fara? Á ég að segja upp leikskólaplássinni á dóttur minni? Allt þetta endalausa, sko, og svo bara er hann farinn og konan þarf að pakka og skilur, þetta er fullt af vesinni og þannig að það er í fínulegi mínu vegna að þeir hafi fín laun og það er annað í þessu bara hérna innanlands, það er fullt af leikmönnum sem ég er með sem að hafa aldrei ferðast Ísland að sumarlagi. Nei. Og leikmenn sem ég man ekkert tíma var ég að tala við, ég man ekki hvort það var Brynja Björn eða Hemmi Hreiðars út í Bretlandi og við Laufeyðum farið að skoða Stonehenge og við aldrei komið ákvað. Nei. 1 frídagur í viku og þá ertu bara jafnað í skroknum, sko. þetta er meira en að segja. Já, algjörlega. Getur þú farið með okkur í gegnum hefðbundi ferli í félagsskiptum? Já, það er náttúrulega... Er kannski ekkert hefðbundið í þessu? Sko, ef við tökum hérna innanlands, þá eru menn svona aðeins að verða skipulaðri. Okay. Það er hringt hérna, þetta er hérna, hjá þessu félagi, það er spenningur fyrir miðverðinu hjá okkur og ert þú ekki með þennan? Jú, hann er ekki að spila mikið, veistu hvað svona það er, heldur hann hefði áhuga, skilurðu. En þegar heyri þér fyrst áður en að heyri félaginu? Já, oft, yfirleitt. Og þá eru menn bara svona að kanna landið því að það hefur ekkit upp á sig að fara að bjóða ykkur leikmann ef að leikmaðurinn er harður á því, heyrðu, veist, ég er næsti maðurinn, leðu ég fæ sénsinn, þá er ég einn í þessu liði. Einmitt. En ef hann finnur kannski vantrausti á þjálfarinu, þá get ég miðlaði og sagt, heyrðu, hann er til. Já. Þannig að þetta gerist oft svona hérna heima. Já. Og ellendis, sko, ef það er áhugi frá liði ellendis, þá byrjar þetta oft kannski á sama hátt. Ég veit yfirleitt alltaf að því áður en eitthvað lið býður í leikmannin. FIFA-reglurnar eru þannig, þó maður reynir að fara eftir öllum reglum, sko, þá, hérna, FIFA-reglurnar eru ekki landslög. Og sumar þeir eru sérkennilegar. En langflestar eru eðlilegar. En það til dæmis, ég held að sé ennþá, eða var allavega lengi, ég held að sé ennþá að það á að klára dílinn milli liðana áður en á að ræða persónu og kjörin. Það fyrir enginn eftir þessu. Að því lið vill vita hvað pakkin kostar. Pakkin er að hluta til hvað ég þarf að kaupa hann á og hluta til hvað kostar 4 ára pakki. Þannig að menn ræða þetta alltaf og
gamla dag passaði mig, það má aldrei láta vita af þessu sko, þá verðum við kærðir og svo framvegis. Fínt að setja bara í podcastinu. Já, en í dag veist, það er ekki hægt að vera eftir þessu. Nei, en það þannig að sko, til dæmis þú ert bara með leikmann, þegar þú talar þarna erum við að tala ferli það sem að eitthvað lið heyrir í þér og spyrir bara heyra þessu á lausu eða er hann tilbúin að hugsa til hreyfings sko, en þegar þú ert með leikmann sem vill fara frá liði. Já. Það er öðru þessi. Já, þá ertu bara komin að selja fiskinn. Þá bara heyrir maður í öllum mögulegum og ómögulegum og ég vinn oft með erlendum umboðsmönnum og föstum að því þeir þekkja heimamarkaðin, ég vil alltaf betur en ég get þekkt hann. Ég vil hafa umboðsmann úti sem að hringir í mig og leið og hægri bakvörðurinn fótbrotnar hjá þessu liði eða skilur það, okkur ertu með einhvern hægri bakvörð, það vantar núna. Já. Og þetta er þetta, ef þú ert með leikmann sem er óhanaður af því að hann er ekki að fá traust hjá þjálfaranum, hann er ekki að spila, þá þarftar hann að leysa þetta. Og það hefnast oft, ekki alltaf, stundum þurfa að menna að þreyja þorran. Já, er ekki heldur þreytt þegar þú segjum bara að janúarglugginn er opnað eitthvað, þú ert með leikmann og hann bara, Óli, þú verður að koma mér í burtu hér, svo bara hringir í hann fyrsta feb bara, sorry, það kom ekkert ekki. Jú, en ég er náttúrulega miklu meir í sambandi við leikmannin heldur en þetta. Já. En þetta kemur fyrir, að því líka, sko, það er fleira sem við þurfum að hafa í huga. Við getum tekið Loga Tómasson núna. Já. Að sem sagt, í sumaglugganum er hann nýbyrjaður að vekja athygli og við fáum tilboð mjög sérkilnett eða tilboð var ekki sérkilnett, þetta var frá Kortik og við töldum það mjög góðan, mjög gott að fara til Freys. Já. Hann er bara búin að sína það, hann er frábær að draga fram það besta í mönnum og hann er frábær að mynda liðsheild og í tvígang náðu við samkomulagi en stjórnin hjá Kortik felldi það í bæði skiptin. Og í seinna skiptið, sko, að því dílinn var náttúrulega búinn eftir að stjórnin felldi þetta í fyrra skiptið, að þá fékk ég út úr Kortik hvernig þeir vildu hafa samningin. Nákvæmlega. Og Strömsgodset samþykti. En þeir felldu það samt. Sem er náttúrulega, ég hef aldrei á 28 árum orðið vitnað þessu. Í dag er þetta náttúrulega gott, því að Freyr er ekki lengur að það. Já. En svo svo hélt Logi áfram að vekja athygli og kemst í landsliðið, þannig að það er ef að verið sumagluggi núna, þá var hann löngu seldur. Já, ég held að hann myndi fara eitthvað núna í janúar. Já, og það er stefnan, en það er ekkit margi gluggar opnir núna, en það er áhugi fyrir honum ennþá. Já. Og ég held sko af þeim liðin sem hafa áhuga, ef hann færi til Brann, þá held ég er frábært. Já. Þá held ég hann er ennþá tilbúnari eftir 1,5-2 ár til að taka næsta skref. Já, þegar hann kom inn, þegar hann var í landsliðinu á móti Wales, þannig að þetta er tönna, maður er rosalegt. Sko, ég ætla að koma með... Svo er náttúrulega óhefni, svo fara hann spjaldið úti og næri ekki, sko, útileiknum á móti Wales, sem var alvöru venjú. Já. Og líka var það slæmt fyrir landsliðið að þeir heldur hreinu í þessum leikarn úti í Montenegro. Það hefur verið gott að geta stilt upp sama liði í næsta leik og reyna að fá smá sjálfströst í vörðin. Ég ætla að koma með Old Man's Take, heldur að liðið sé eitthvað að pæla í tónlistinu þessu? Það sé að... Nei. Ég hef leyft nokkur að heyra skína. Það er einhver stormandilöku. Það vil ég bara fá hann. Stormandilöku. En hann er bara, hann vildi halda þess að tónleika og svo ætla hann bara að hvíla músíkina. Já. Hann er alveg einbeittur á fótboltan og Logi hefur, sko, ég held að þakið hjá Loga sé helviti hátt. Já. Ef hann kemst til góðstjálfara að því hann hefur svo margt. Pældi stutt á milli, hann var bara á láni hjá F frá Víkingum og fekk bara ekki að sjá völlin, þetta er ótrúlegt. Kloppaði svo bara 2 settir í keitt og rest is history. Óli, mér langar að spyrja þér, sko, hvað er mikill munur á því, bara ef við hugsaum sel, bara hugsaum pjúra út frá penningunum, hvað er mikill munur á því að selja leikmann, sko, þetta er sami leikmaður, en bara sumar þegar það myndast bara eitthvað frensi versus bara í janúar, það er kuldi en hann þarf að fara einhverjum öðrum ástæðum, hvað er að tala í prósentum, hvað getur þetta rokkað mikið fyrir sama leikmann, bara einhvern veginn svona þættir? Það getur rokkað heilmikið og ég held áfram með Loga, það eru sumir innan Strömsgodset að segja við eigum bara að bíða eftir sumarglugganum, selja hann þá, við fáum hærra verð, Logi fær betri samning, það er heilmikið til í því, en ef að Brann biðist í dag, þá myndi ég samt segja að vera mjög álitlegu kostur. Af því þá ert að fara til þjálfara sem vill þig og þjálfara sem getur gert þig að betri leikmanni. Og Brann er náttúrulega dásanlegu klúbbur.
það öll Bergen á bakvið lið, þetta bara eins og championship klúbur. Já, ok, geður, við þurfum að kíkja á gaman. Já, það væri gaman. En eru þeir að biðja einhverja óreiðinnar kröfu Stormskasend? Mér finnst þið verið að biðja áttverð. Finnst þér alltaf það? Nei, ég meina, Brann var að selja besta miðjumanni sinn fyrir 300.000 eurur til Skotlands. Já. En þeir eru að biðja miklu hærri tölur, mörgur sinni þá tölur. Ok. Það svolítið erfitt, því að það eru allir að hugsa peningana sína. Eru líklega að fá fótboltamann og tónlistamann? Já, þú útilokar svo marga leið og þú ferð og fátt. Hvað var mikið eftir að samning? 2 ár, já. Þar maður ekki að, og kannski það í samningnum og ég veit ekki hvað mátt segja, en maður hefur heyrt svona samning á Íslandi bara ef að erlendlið kemur eða eitthvað, ef sterkara lið, þá ég farleg fyrir þetta x-verð eða eitthvað? Það má ekki setja tölur í íslenska samninga. Nei. Það verður að setja tölur hjá Sumirlöndum. Release clause. Það má ekki vera á íslensku. Nei. Óhugavert. En það auðvitað stundum þannig, þetta eru FIFA-reglur, það auðvitað stundum þannig að menn svona sammælast það að ef að kemur boð eitthvað svona á þessu róli að þá verður sest niður. Það bara vegna þess að leikmaður eðlilega vill kannski ekki láta múra sinni. Nei, einmitt. Skilur það? Hann kemur kannski frítt. Já, einmitt. Alltaf hvað fjárfestingum tilbaka, já. Ég var að spá í að skella okkur í sögustundinu búið TM nema þú viljið bæta einhverju við þetta, Birkir? Nei, út að setja hann á punktinn vonandi með eitthvað gott, hann kom með eina góða náðan allavega. Já, en annars hann náttúrulega vonandi vel tryggður og það hjá TM. Það líka bara góð saga, en vill tala um það. Mikið kappmál að veita framúrskarandi ráðgjöf þjónustu. Það nú bara einu sinni þannig að það ákveðin gæðstimpill að vera í samstarfi með okkur, Birkir. Já. Við veljum þetta af kostkeppni og TM eru engin undantekning. Nei, þetta eru bara topp fyrirtæki sem við vinna hjá okkur. Og aftur, ef að menn eru að leita sér að góðum vinnustað, þá verið að auðvitað eftir ráðgjafi í einstaklisráðgjöfuna þar. Við erum að redda þetta, við erum bara á Nýja Alfreð. Það er einhver, man ekki hvar ég las þetta, en það sem þú vilt gera er að læra þeim bestu. Og þú vilt staðsetja þig á réttum stað. Þetta er svona starf sem að þú kemur inn, lærir flott fyrirtæki. Andar aðeins þekkingu. Já, TM er flotti maður. En Óli, sögustund, búið TM, setja það á punktinn. Það eru 7 metrarnir. Áttu einhverja góða fyrir okkur? Býtu. Ég setti einhver eftirminnilegu karakter, skrýtnar aðstæður, last minute dealar og svo framvegis. Ég ætti var að fara eitthvað svona hraðarspurningar. Já, þú sendið mér post og ég mátti nú ekkert vera að því að sinna því í dag, en ég man samt þegar ég seldi minn fyrsta leikmann, Jóhann B. Guðmundsson til Watford í úrvalsdeildina í Englandi og ég fór markvisst og heimsótt til lið, ég fekk ekki allstað fundi en ég þrjóskur og fekk svona víðafundi og ég hitti Luther Blissett og Graham Taylor og þá tóku þeir bara möppu úr hillunni síðustu 3 ár Íslandsheimsóknin, hvaða leikmenn þeir höfðu séð, það er ekki nokkur maður þekkt á skilur, þeir voru með Jóa B. á skrá. Já, við vorum búin að reyna að fá hann var með einhvern júgóslanskan umbóðsmann og það var bara eins og við erum að tala við mafíuna, Ert þú komið með hann? Já. Og hann var komin út bara stöttur setna og svo fór hann í læknisskoðun og við býðum, ég og Jói og pappans í fundarherbyggi og svo kemur Graham Taylor og eins og bara, eins og þrumuský. Ég var að fá útkomin úr rannsókninni. Já, þú ert með slitin liðbönd í ökla. Þú tekur bara fyrstu vél heim. Og svo þagði hann, helvítið á hann. Og svo sprakk hann og hlátur eftir nokkra sekundur. Var hann að djóka? Nei, hann sagði, þú ert með slitin liðbönd, það er rétt. Já. Ég er með 2 aðra leikmenn í liðinu sem eru svona, þetta er ekkert mál, þetta aðeins lausar í skónum. Hvenær gerist þetta? Og Jói, ég hef ekki hugmynd. Og hefur fengið eitthvað högg og þá rifjaði Jói upp í bikarúrslaleiknum fékk hann rosalegt högg á öklan og það var það mikið högg að hann blóðgæðist en hann bara var sprautaður og fór aftur inn á og þetta líklega gerst þá. Shit. Svo var ég satt einhvern tíma með Graham Taylor, ég held að ég sendi Bjarnar Þorsteins og Sigga Róbó til reynslu til Watford og þá var sögustund hjá honum og öðrum þjálfurum og hann var að segja, það var að vera að tala um Bill Shankly og Graham Taylor sagði, við vorum að spila æfingarleik við Liverpool og þeir voru með markmann á reynslu einhvern frá Miðlöndunum rosalega slána, alveg 2 metra slána og hann fær 2 mörk á sig í fyrirháleik, bæði gegnum klófið
svo hálfleikur og hann kemur labbandi og Bill Shankly stendur eins og þrumuski á hliðalínu og strákurinn ætlar að stela glæpnum og segir Gaffa, I know, I should have kept my legs closed og þá segir Bill, no son, that's what your mother should have done. Þetta var mjög gott. Þessi var góð, já. Já, við erum í fatnaðilegur. Herri, já, það sportmaður? Já, ég var í jakkafötum, mætti hérna í jakkafötum, en ég var bara gjörðu svo vel. Það er nú mikið til að rífa þig úr jakkafötum. Það er gæðstimpill á og ég verð að segja það, ég kíkti til þessara herramanna í dag og sótti þessi forlátu föt, þessa fínu þræði. Þetta er eins og að vera bara í skýi. Já, þetta er mjög þægilegt. Hvernig líður í þessu? Mér líður mjög vel. Í skýi? Það var ágætlega vel bara. Já, sko, við fengum eina aðsenda þetta sem er mjög áhugaverð og Óli er ekki undirbúin fyrir þessa, en það er hérna Claude Covey hotnið. Þessi leikmaður spilaði með yngri liðum Real Madrid og Barcelona, deildar og bikarmeistari í Chile með Coca-Cola, fór á reynsli á KR í gegnum Yours Truly, Óla Garðars, skrifar undir hjá Þrótti þann 1. ágúst og er tekin út af velli í hálfleik í fyrsta leik með Þrótti þann 16. ágúst sem var notabene eini leikurinn hans fyrir Þrótt. Endar í fyrsta sæti í 7 km hlaupi í Reykjavíkurmaraþoninu 25. ágúst og var félagaskipti til Englands 22. september. Hvaða meistari var þetta eiginlega? Já, þetta er frægt. Þetta kennir manni leksíu. Þetta var auðveldar að hugsa á þessum tíma. Því að þú sko fékkst það er að vísa hægt að klippa alla til. Það geta allir litið vel út á klippum. Og ég fekk klippur og svo framins. Ég geri þetta eiginlega ekki. Ég sinni ekki erlendum leikmönnum sem að senda mér einhverja klippur. Það er algjör undantekning. En þarna gerði ég undantekningu og hann leit vel út, fjandi vel út á klippum. Sko. Gott tífi líka. Já, en ég man alltaf eftir því að ég kerði hann á eitthvað hótel niðri í miðbæ. Ég sótti hann daginn eftir. Þá var hann búinn að sofa hjá stelpunni í andirinu. Hann var rosalegur, sko. Hörslari svona og flottustrákur, leit vel út og svona, en hann var ekki nógu góður. Hann var ekki tilbúinn til að leggja á sig. Þeir sögðu, ég man á Þróttarinn sögðu að hann hefði verið, sko, hann var alveg fínn á æfingum og svona, en að leggja eitthvað auka á sig og svona, og eitthvað kontakt, það var ekki alveg. Nei. Ekki alveg að gera sig. Veitu hvað sem meistarar að gera í dag, eða? Þetta hefur verið einhver meistar. Nei, ég veit það ekki. En ég braut þessa reglu nýlega. Það er að segja að hætta að sinna svona einhverju erlendis frá. Að vísu hringdi í mig maður sem ég þekki og sagði mér, það er hérna strákur 19 ára út í Svíþjóð sem er bara að spila í C- og D-deildinni og með nokkur liðum. Hann er 1/8 Íslingur og hann spyr hvort þessi séns að komast í íslensku deildina. Hann langar, hann er ágætur. Ok, ég sendi mér vídeó, já, ok, og ég sagði, ok, hann er fljótur og það er mörk í honum og ég sendi þetta á Rúna Kristins og Rúni vildi fá hann og hann fór til reynslu og hann er búinn að skrifa undir núna hjá fram. Ok, skemmtilegt, spennandi. Sænskur kantmaður, Jakob Bíström. Já. Með smá íslenskt í sér, þetta er skemmtilegt. Já. En það mátti ekki líta af Covey. Nei, hann var frá hótelinu. Hann var sterkur á sumum sviðum en ekki það sem hann átti að vera sterkur. Þróttaralendin í dag. Alveg vel vist okkar anda. Ég er með þetta á samviskunni. Þetta er mjög góð að setja spurningar. Þetta er alveg heima. Svo fekk ég sko fréttir frá honum sko ekki á fótbolti.net sko, tímarit.is. Þetta er svo gamalt sko. Þannig að mikið rós á rittarana. Draumalið. Það var önnur heimana, lögð fyrir þig, Óli. Já. 11 bestu leikmenn sem þú er umbað. Já, þetta er erfitt. Já, ég trúi því. Sko, ég setti þetta upp í lið. Já, þú áttur að gera það. Sorry, við varum óskir. Og markmaðurinn Hannes Þór. Já. Það var gaman að vinna fyrir hann. Hann er náttúrulega hann er drullu skynsamur, ég hafði hitt hann sko, hann spáir mjög vel í hlutina, hann brjálaður pælari. Já, hann er pælari sko. Hvenær tókstu við honum? Það var hjá KR held ég. Já. Og það var gaman til dæmis að fara með honum út þegar eftir HM sko, við vorum á okkurum flugvelli held í München eða eitthvað og það þyrtust að honum kínverjarnir sko, hann var sérstaklega frægur í Kína fyrir að verja þetta víti. Já. Hann hafði ekki undan að gefa áriðanir sko. Þannig að hann er alveg óskoraður markmaður. Hannes Þór Halldórsson? Í hægri bakvarðinum, það var bara heiður að vinna fyrir Birkir Má alla hans tíð. Hann var alltaf bara allstaðar í liði og
kom sér allstaða vel. Hefði hann ekki getað náð enn lengra? Jú, maður hugsar þannig marga leikmenn. Já, menn svo sá maður að spila hann bara með Di Maria og einhverja gauðra bara í vasanum, sko. Já, ég veit. Ég hugsa þannig stundum með Samuel Kára og hann náttúrulega ekki í Stjörnunni hérna út af því hann gat ekki fengið lið úti, en við vorum ekki með neitt sko nógu spennandi úti. Hann búin að spila í grísku deildinni í nokkur ár og hún var búinn snemma og hann var búinn að vera hérna heima í 2-3 mánuði með 2 unga börn og familjín og hann hugsaði bara, veist, ég er búinn að vera 14 ára úti, sko. Bara komin tími, en mér fannst hann hafa getuna til að ná lengra saman með Elías Ómars eins og vorum að tala á hann getur leikandi spila á hærri level. Við getum farið lengra aftur í tíma þó ég haf aldrei verið formlegur umbóðsmaður Rúna Kristins. Rúni Kristins hafði getuna til að spila sko á hæsta level. Já, maður hefur heyrt það. Og maður sá það best þegar hann var í landsleikjum á móti Frökkum, á móti þessum stóru þjóðum og stóru leikmenn. Þá var hann bara á pari. Já. En hann var líka kannski að pari að spila á móti Færeyjum, skilur. en hann var ógeðslega góð. Já, Birkir Már í hægri bakverði. Birkir Már í hægri bakverði og ég meina Kristján Örn Sigurðsson sem ég var með hjá Brann, hann var drullugóður. Já. Og öskufljótur. Já. Miðverðina það eiginlega sko Hemmi Hreiðars og Ívar Ingimars. Fær ekkert mikið fram með þeim. Nei, ég meina þú ert að, veist, ég myndist á Ólafur Bjarnason að ég hafði rosalega gaman. Hemmi vinstri bakvörður mennur, ekki það? Já, ég set hann í miðvörði, en hann var auðvitað oftar bakvörður í deildinni. Bakvörður sem hafði leyfi til að fara inn í tegin alltaf þegar voru undir. Sko. Það var þetta bara eins og áætlanaferðir upp undir. Og og Ívar Ingimars sko á hverju einasta ári hjá Redding og sko þá var sagt, heyrðu, við þurfum að kaupa miðvörð því að veist, þú þarft samkeppni og þú ert bara 1,85 sko. Það er ekkit algengt að miðverðir og alltaf var keyptur ykkur á 2, 3, 4, 5, 6 miljónir punda. Alltaf spilaði Ívar út og liðin. Aldrei mittur. Ég held að hann meðst fyrst 32 ára. Fer í gimmið á hverjum degi, hann búinn að venja skrokkið við það og það var sko, það var svona einna síðar í samningunum, þá vorum við með 2 lið á Sikura hótelinu og þau bæði sögðu við vitum alveg hvernig það hugsa því, við þurfum næstíð ekki backup leikmann. Nei. Og þú smitar út frá þér í hópin, aðrir fara ósér átt bara í gimmið, öðru kora að þeir sjá hvað þú hugsar vel þig. Já, gegja. Vinstri bakvörðin sko ég vann fyrir Ara Skúla lengi, hann var frábær og ég verði að setja Loga þarna líka því ég held að Logi geti náð ótrúlega langt miðjan, ég náttúrulega hjálpaði Gylfa Sig fyrstu 2-3 árin, hann er besti fótboltamaður sem Ísland hefur átt. Það er stór orð. Já, það er bara þannig í mínum huga, ég meina Good Johnson punching air. Nei, þeir eru frábæri, það er ekki þetta, en bara hvað hann hefur gert fyrir til dæmis íslenska landslið, það er bara einstakt. Og hann lendi, eins og reyndar Eiður, þeir lendu náttúrulega báðir í nokkurum öldudölum, en voru bara nógu sterkir andlega til að vinna sig upp úr þið. Já, hjálpaði þú Gylfa að fara til Redding? Já. Voru fleiri lið sem kom til greina þá eða? Nei, ekki alvarlega. Nei. Gylfi var ekki einu sinni undir 17 þegar hann fór út. Nei. Og mikið talaði að Viktor, hann hefði bara komið í pakkadíl með Viktori, sko. Já, nei, sko, það var meiri spenningu fyrir Viktori á þessum tíma. Já. Örfættur strækjar, sko. Og Viktor var, menn með ekki gleyma því, þegar Viktor var heill, þá gat hann unnið alveg í 4 manna línu. Hann hljóp og djöflaði, skiluru, en hann varð að vera heill til þess að geta það. Og hann var óvipið með meðsli og þegar hann var ekki heill, þá var hann ekki eins eftirtekt að verður. Nei. Já, Gylfi Sig náttúrulega sjálfkjörinn og Júli náttúrulega er svona eiginlega besta sexa sko. Svo var Brynja Björn var náttúrulega frábær, hann á 2-3 síson í úrvalsdeildinni og hann var eiginlega bestur á móti sterkustiliðanum sko. Liverpool móti gera settar hann á kantinu, hann var ógeðslega góður og því hann var Brynja Björn verður aldrei flinkast í leikmaðurinn en bara viljinn og dugnaðurinn og krafturinn Ég elska svona gaurið svo Brynja Björn, Ívar Ingimars, Kristján Örn Sigurðsson þeir eru ekkert að óta sína tóta en eru bara geggjaðir og koma hérna heim og hafa átt 2-3 síson í ensku úrvalsdeildinni það er bara ótrúlega Nú, svo var ég með svo er það kantararnir sko Birki Bjarna, Rúri Gísla
er okkur slið hjá hann. Þetta er hérna, veist, ég segi Jói B. Guðmunds að því Jói B. Guðmunds á sínum degi var ótrúlegur. Þú varst að tala um Jóhann Birni, eða ekki? Nei, ég er að tala um Jóhann Birni. Já. Passar. Binni sem er núna á Halmstad er ekki farin að sína ennþá þar sem hann síndi hérna heima að þeir spila eiginlega ekki með kantmann sko. Það er gallinn. Það skoraði 4-5 mörk í fyrra og ég held að hann er næst markaðastur í liðinu en þeir voru ekki með neitt possession. Nei. Núna erum við að vonast eftir betri tíð. En sko, Rúrik var frábær í fótbolta. Já. Og að því varst að spyrja á hann hvaða leikmenn hefur viljað sjá ná lengra, hann er einn af þeim. Já. Hann er á bekknu hjá Charlton í úrvalsdeildinni 18 ára og það er sko mörglið að hringi í mig og segja, viltu láta mig vita ef að það gengur ekki á Charlton með 17 ára liðinu, hann var bara, sko, hann var ótrúlegur. Já. Svo allt í hennu tekur Charlton í fallbárut í úrvalsdeildinni, Alan Pardew tekur við, hringir í mig og segir, heyrðu, I'm gonna build on experience, Rory can go. Shit. Og ég segi, ok, og hvað kostar hann? Nothing, he can go. Þeir eru ekki að selta hann sko 200 pund til hvaða liðs sem er á Norðurlöndunum allavega. Og ég hringdi, ég vildi ekki sitta hann í of stórt lið, ég vildi bara fengja að spila og hringdi í Viborg og hann var bara alltaf hetja þar. Þessu FCK og... Já, FCK en sko, hann spila oft á miðjunni á FCK. Það vantaði kannski, maður getur reynd að vera vitur eftir það hefur verið betra að fá aðeins fleiri mörk, skilurðu. Mörk bara... Já. Svo var komin í bakur í landsliðinu og svona. Goals make golden coins. Já, það er rétt. En hann var eins hæfileika ríkur og hægt en ég held að hann hefði samt gert alveg rétt hann ákvaði veiða útliti. Þú ert miklu lengur í því. Ég skil ekki hvernig hann tók það ákvörðun að veiða útliti. Þú ert miklu lengur í því. Já. Og hann, Rúrik er drullu skynsamur og maður þurfti stundum þegar þú ert svona ógeðslega myndalegur og þá halda allir og sér bara einhver hrokafullur gæi og leðilegur, hann er bara yndislegur náungi. Alltaf, við börnin manns og svona alltaf gefur öllum tíma og er bara rosalega vel gerður strók. Tónlistamæður þetta líka. Geggjaður. Klárt mál. Það virðist vera að gefa vel. En hver er strækir? Strækirarnir. Það er bara, bunki. En ég sagði ykkur á þann, það eru 2 svona leikmenn Viðar Kjartansson og Gunnar Heiðar Þorvaldsson sem voru bara rúmlega fox in the box sko. Þeir eru ótrúlegir. Já. Og með Viðar sko erfiðasta salan var frá Fylki yfir í bestu deildina. Hitt hefur mikið til bara Selfoss í bestu deildina. Já, Selfoss í bestu deildina. Hitt hefur mikið til gesta sjálfur sér. En sko Maccabi Tel Aviv hafði verið á eftir honum lengi og við sögðum alltaf nei, út ekki að fara til Ísrael og svo er hann hjá Malmö hann byrjaði svona eins og hjá Vålerenga, hann skoraði ekkert í fyrstu 4-5 leikjónum og svo bara kemur þetta í hverjum einasta leik sko. Hann endaði í Noregi með 26 eða 7 mörk og hann skoraði ekki í fyrstu leikjónum það er 30 leikir í Svíþjóð endaði hann með 16 mörk eftir 20 leiki. Hann var næst markaðastur í deildinni, en deildin er 30 leikir, sko. Hann fór á miðju sísoni og hann endaði samt með silfurskóin. Og ég man að þegar ég var að fara út að hitta hann í Köpen að því vorum að fara til Ísraels, að því ég var þá búin að segja þeim ok, við erum ekki sérstaklega spenntir, þeir voru búin að fá samþykkt tilboð, en við skulum koma og kíkja. Og you can only make the first impression once, þannig að passið ykkur að hafa business class og alveg hotel og allt bullið. Og hann er að spila á móti Sundsvall á útivelli og ég er að horfa á leikinn og það er 0-0 og allt í hennu hleypu Viðar Örn á nærstöngina og það kemur hotn og hann skaldar inn þetta og ég segi það henni í flugvélni ég hef aldrei séð þið gera þetta áður akkur hljóst eins og vitlýsingur á nærstöngina og hann svona er í tölvun eitthvað lítur yfir sig ég veit að ég er bara oft í svona sóni það bara kemur mark í hverjum leik ég veit að hann er fættur strækir geggjaður sko að fara í ferilin í honum það er bara mark hann er því líka maskina með langar nefnilega aðeins að taka við erum nú góðinu þáttanins sko hann alltaf eins og tölum 2014 Vålerenga 25 mörki 29 leikjum fer til Kína sækir byggamestaratitil 9 mörki 28 fer til Malmö 14 í 20 Maccabi Tel Aviv 32 mörk í 63 leikjum og samt sko hann skoraði miklu meira á fyrra sísonu að því honum var eiginlega ítt út
Það er að segja að þeir voru að brjóta fair play, þeir urða að losna við hann eða 3-4 aðra leikmenn. Þetta var þannig að það var að fara að setja hann á bekkin. Já, en ef ég fæði setja heitasætið sko, að því út umbyrna hans og hann einn af okkur besti strækurum bara ever, sko, hann dettur á dálítið mörg svona, ég ætla ekki að segja lélimbúf, þetta er örgulega borga vel og svona, en ég minna, þú veist, út með þarna Rostov, Rubin Kazan, Yeni Malayatspor, Atromitos og svo Seska, þetta eru kannski 5 klúbbar þarna sem að hann nær allavega ekki að blómstra. Nei, og það gerir stundum eða þú nærðir ekki á strik á einu stað. Þá þarf það að fara og hefur ekki eins mikið og gott að veljúr. Já. Og stundum líta hlutinni betur út heldur þeir eru eins og í Rússlandi. Já, einmitt. Og hann talaði nú held ég bara með viðtali á okkur að rússneska deildin er kannski ekki frábær fyrir strækara. Nei, það er alveg rétt. Já. En mér langar að leggja, sko... Já, Gunnar Heiðar ekki að þér. Já, mér langar að líka nefna, sko, yngri kynslóðina. Ég meina, við erum með Stefán Inga Sigurðarsson sem hefur verið gólgettir allstaðar þar sem hann hefur verið yngur flokkonum og þú sást það bara þegar hann kom hérna til blikana. Skoraði 2 ykkur leik, sko. Já, sko við múfið til Patró var ekki rétt eftir á að hyggja. Já, í Belgíu. Já. Það er bara þannig. Hann veit það og ég veit það en hann lærir að þessu og ég líka. Þarna var þjálfari sem hafði komið upp 3 deildir hetja fyrirverandi belgísku landsliðsmarkmaður. Þetta var eins og í hernum. Það var bara hlaupa og djöflast. Engin taktík, ekki til. Nei. Og hann var með hægri fótamann á vinstri kantinum og vinstri fótamann á hægri kantinum og þeir köttuðu alltaf inn. Það kom aldrei neini krossar í fyrsta, aldrei sendingar í fyrsta. Sem hann þrífst á, sko. Bara algjörlega og þetta var, sko, þetta var rosalegt. Núna valdan vel, viljum við meina, valdi Sandefjörð, stóðu fleiri lið til boða. Sandefjörð, hann fer til þeirra þeir eru í fallsæti, þeir voru með næst mest possession í dildinni. Hans, Erik, pappi Ödegård, var þjálfari. Sko. Já, ok. Var keyptur núna til Lilleström, en varaliðsþjálfarinn tekið við, eða aðstoðarþjálfarinn, sem líka að spila þennan bolta. Þannig að ég, veist, hann endar með ykkur, ég man ekki 4-5 mörk í ykkurum 10 leikjum, hann var drullu ósáttur við að skora ekki fleiri, fiskaði 3-4 víti. Ef hann kemur sterkur inn í mót núna, þetta er að vísa ekki eitt af betri liðunum, þá er hann farin í sumar. Já, ég ætlaði að spyrja þig, kannski er þetta heimskulega spurning, sko, en maður heyrir Sandefjörð bara, var ekki betra að finna að vera í Blikum, Vala, Víkinga eitthvað? Nei, ég held ekki. Nei. Ég bara, við þykjumst oft vera, við segjum oft deildin okkar er bara næstu jafn sterk og norska deildin, en kíkiði bara á ranking hjá FIFA. Já. Þetta bara er ekki raunin. Og ég hef sendt fullt af leikmönnum út til reynslu, beint eftir season hér, og ég fæði símtal, þeir eru kannski að spila æfingaleik. Hvað er með Bjarna? Er hann búin að vera veikur? Nei, segi ég, hvað er málið? Það er hálfleikur, tungan er úti. Já. Og ef maður minnist á þetta við þjálfarina heima, þá er maður ekki vinsæll, því við eyðum töluverðum tíma í þjálfun. Já. En ég vil líka haft erlenda þjálfara hérna að kíkja á æfingar og þeir segja, já, nú skil ég þetta. Þið eyði tími í þetta, en þetta er ekki nærði í nógu intensivt. Það, áhugavert. Þetta er áhugavert. Normenn er að jafna því í miklu betra formi við. Já. Normenn reyndar eru með, sko, ótrúlega... Þeir eru að gera eitthvað rétt. Já, bara, sko, í mörgum íþróttum þegar kemur að þóli. Þeir eru bara með bestu þólþjálfara held ég heimsmögulega, sko. Já. Það er alveg magna. Magnús Karl sem er gott þól líka. En við erum líka með, það er til dæmis, það er íslenskur þólþjálfari hjá Sandefjörð. Það, já, ok, já, það er eitthvað að gerast hérna... Arnór, eða ekki? Jú. Já, Arnór Snær, bróðir Birkir Guðmunds sem var með einhverjum skræni. Hann er að gera góða hluti, þykir harður, sko. Já. Hann viljum við hafa á. Já, hafa á harða, takk. Og er á stuðbuxum alveg sama hvernig við. Já, kenna þessum norsurum hvernig það var að gera þetta. Það var hann var með meiri heim, þetta var bara svo lögfræðinni. Já, hann er vannur. Vannmettnasti leikmaður sem þú er umbað? Ég veit það ekki, ég var búin að nefna nokkuð nöfn. Ég gaf þér eitt sjálft. Já, ég var að nefna svona nokkuð nöfn. Það sem sko, leikmenn hefði getað náð lengra með við getuna, en þetta bara, það þarf svo margt að fara saman. Þú þarft smá heppni líka. Já. Og ég nefndi Samuel Kára, ég nefndi Elias Ómars, mér finnst þér, og Veiga Páll, skilur við, Veiga Páll var frábær. Sko, ég heyri þetta bara... Ég seldi Veiga Páll fyrst út og það gekk ekki þá hjá honum. Hann kom aftur heim og ég var ekki umboðsmaður hans og ég sá hann vera að spila og ég sagði, þetta gengur ekki, sko. Þannig ég hringdi í einn
vinn minn úti, hann kom hérna á enga flugvélinu sinni, sá Veigar Páll skora 2 eða 3 á KR-vellinum og hann var farin bara viku seinna. Sko ég heyrði það í undirbúningi verið þáttinn sko að Veigar Páll var valinn besti útlendingur í sögu norsku úrvalsdeildarinnar sko. Þannig að talandi vann með það leikmenn. Þá skal ég segja ykkur aðra sögu, að því var stóðskætt til sögu. Ég var stutt eftir ég seldi Hemma til Ipswich. Þá bauð David Sheepshanks, sem var stjórnarformaður í Ipswich, hann bauð okkur laufi á vellin og þar er svona director's box, þar voru ykkurir nokkrir höfðingjar sem ég þekki ekkert frækt fólk, það voru ykkurir lordar og yfirmaður BBC og Sven-Jörn Eriksson og hvað er ekki, Tord Grippi, aðstofaþjálfarinnar. Og það er eitthvað verið að tala saman svona í hálfleik og David Sheepshanks spyr Sven-Jörn og veist, ok, nú þekkið þú náttúrulega sænska markaðin, hvað er besti íslenski leikmaður sem hefur leikið í Svíþjóð? Og þeir voru alveg sammála hver það væri. Hörður Hilmarsson. Í alvörunni? Þú ert að koma á tómum kofunum hér sko. Hörður Hilmarsson var í Val, var í landsliðinu, var svona Við erum þetta 17 ára sko. Sópari á miðunni. Þetta magna. Já. Hann var, sko, fekk ekki mikla athygli en vann drulluvinnuna. Já. Og ég spyrir náttúrulega betur en Arnór og skilur við, og þeir er svona Arnór frábær, en skilur við, fyrir liðið var þess bestur. Hörður Hilmarsson til hamingju. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er fyrir eitthvað tíð. Já, þetta er greiðlega fyrir mig. Ef þú googla mannið þá kemur allan eitt. Aldrei heyrt minnst á þennan mann. Svo var hann með ferðarskrifstofu hérna, íþróttaferðarskrifstofu, lengi. Já. Hann er ekki glemdur. Mikil alsari. Nei. Sko, ein hérna, verðum að taka hana. Á hverjum hefur þú grætt mest? Góð. Sko, hver hefa grætt mest saman kannski? Eftir því sem leikmaðurinn þénar meira, því meira þénar umbóðsmaðurinn. Það er eiginlega þannig að þú fær meira fyrir að vera með leikmann í ensku úrvalsdeildinni heldur en norsku B-deildinni, segir sér sjálft. Já. Ég hef ekki talið þetta en það koma nokkur til greina. Já, það eru nokkur þarna. Við erum búin að tala um það hvaða má lítið út að breiða og hvað þetta er. Ég verð að spyrja, sorry. Er Viðar Kjartansson hann í hópnum með það? Já, hann er í hópnum. Sko, mörg stórnur Viðar þar á blæði Hemmir Heiðars, Ívar Ingimars, Brynjar Björn, þetta eru topp leikmenn. Hvað er það sem skilur rjómann frá mjólkinni? Góð spurning. Ég vildi vissi það. Þá væri þetta auðvelt. En ég held að það sé mikið sannleikur í því að það séu flestar íþróttagreinar spilaði með hausnum, fyrst og fremst. Þannig að þú þarft að vera, ég er ekki að segja að þú þurfur að vera, þetta er ekkert með IQ-ið að gera, þetta hefur bara svolítið með viljan og hvað þú ert agaður að gera. Í dag er miklu algengara að ungi leikmenn séu agaðir. Ég er að tala við 15-16 ára stráka og foreldrar og ég segi, nú hljóma ég eins og leðilegt foreldri en það skiptir máli hvað lætur onni þig og hvað sefur mikið. Og maður fær yfirleitt bara, ég drekki ekki gos og borði ekki nammi eða ég með 1 nammi dag í viku, menn eru alveg bara all in. Á meðan þegar ég var lítill, auðvitað alltaf ég líka verið atvinnumæður en við áttum bara 1, þannig að maður fékk sér stundum bara kókubás. Þannig að þetta hefur breyst og ég segi stundum, ég sá sjónvarpsviðtal við David Beckham viku eða 5 dögum áður en hann spilaði síðasta leiki sinn. Og hann var spurður, akkur í óskopunum ertu að æfa aukaspyrnur? Þú ert að fara að spila síðasta leiki. Og hann sagði bara, ég er búin að vera í þessu í 25 ár. Ég veit alveg hvað ég þarf. Ef ég ef ekki aukaspyrnuna reglulega, þá er það ekki en skoðar. Og bara ef ég slepp úr mánuði, þá finn ég það bara. Þannig ég þarf að æfa það. Það er leikur til 5 daga. Þetta er ástundun og svona hugafar að því sjáið það, þó hann var í giftur ykkur í kryddpíu og það var endalaust fjölmiðla athygla á honum, sást hann aldrei undir áhrifum. Nei. Alltaf mættur, allstaðar, skilur við, þetta pirraði suma, þetta pirraði örugglega Ferguson en ég menn hann skilaði sínu. Jú, heldur betur. Ein spurning sem var þetta í núna, að því að vorum að tala um á honum hvað er mikið leikmenn sem nálgast þig, sambúri við að þú eða nálgast þá hefur þið fengið leikmenn til þín sem eru bara hérna, já, herru, ég er að reyna að komast hérna út í atvinnumennsku, getur hjálpað mér og hvernig er samtal þú ert bara horfur á teipin og horfur á leiki hjá hann og er bara, ég er ekki náttúrulega leiðilegur en þú átt ekki breyk, Hefur lent í því? Ekki kannski alveg svona,
flesti leikmenn eru sem betur fyrir raunsægir. Og með þetta sína eigin hæfni? Já, menn eru það og ég vil rauninni frekar hafa leikmennina kokki heldur en einhverju sem að horfa niður og sérstaklega sendir að þú vilt bara hafa það kokki, þeir eiga bara, þeir eru bestir. Já. Ég stundum að segja við þessa gæja, sko, akkur varst að gefa hann inn í tegnum? Þú með boltan inn í tegnum í færi. Skjóttu. Já, mér fannst hinn verið betra að veri. Fannst þér það? Sendingin átt eftir að hefna. Þú bara slútar. Já. Af því þú ert bara dæmdur af mörkunum. Og þannig að bara, sko, það þarf ekki að innprenta þetta í flesta sendera, þeir eru með þetta bara, sko. Og menn verða að vera svolítið gráðir sem senderar. Já. Svo líka, sko, hérna heima, það stundum verið að deila á leikmenn í yngreflokkunum fyrir að sóla mikið og gefa hann aldrei. Einmitt. Já, með Birki Heimis hjá Hereven og litli bróður hans var æfaðar. Dóttur með nafnið hann núna, helvíti góður. Og foreldrarnir voru svona að ræða við þjálfarinn að það væri svolítið, þjálfarinn væri svolítið agnast út í hann heima af því hann sólaði mikið, hann var 10 ára eða eitthvað skilur þetta. Og þjálfarinn sögðu við, heyrðu, sko, Arjen Robben var hjá okkur, hann gaf hann fyrst þegar hann var 16. Já, ég þekki það ágætlega. Þannig að það má ekki berja þess að eiginleik úr. Nei. Það kemur seinna, menn hafa fá þroskan, skil. En lendur ekkit í real talki bara með að segja bara eins og þegar Viðar Örn var bara at his prime, hann bara eitthvað hérna, herri, ég tek bara tilbúðum hérna frá Barcelona og Real Madrid og þetta er laun? Nei, flestir eru raunsæðir, sko. Já, ok. Auðvitað vill maður reyna að ná í sem best laun fyrir alla en það er ekki allt, það er auðvitað stór hluti og ég skammast mín ekki til það og leikmenn ekki gera það heldur en það skiptir líka máli umhverfið og svo framvegis og stundum eru sénsar teknir, ég meina þegar Hannes Halldórs fór til Bakú, þetta var mjög sérkennilegt move, þetta var gott money move, þetta var mjög sérkennilegt og hann segir frá þessu náttúrulega í bókinni sinni, þetta er allt öðruvísi, það er ekki einhvern veginn miðbær og kaffi og það er bara moska og skilur, þetta er allt öðruvísi. Þannig að þetta er svona hálfgerð útgerð. Já. En svo kannski Sádi-Arabíu núna. Já, akkurat. Ég ágætis kunningi mínu Markus Rosenberg, fyrrverandi leikmaður og nú var þetta umbóðsmaður, hann sagði mér hann nýlega, hann fór með einn svíjarnir yfir. Já. Þeir lendu, svo kerður í 3 tíma eftir eðumörkinni og svo komið að svona húsaþyrpingu og svona lárist hús, bara eins og þetta er þarna. Þetta var stór borgur, 100-200 manna borg og konan hans ætlaði að koma vikuna á eftir og bara kíkja á þetta. Og hún gerði það og hún kom, klappaði hún svo á öxlina og sagði, hingað kem ég aldrei aftur. Og það var þannig, þetta er bara útgerð. Já, þannig að þú hefur selt leikmann til Kína, þú ert ekki með á bucketlistanum að selja leikmann til Saudi? Jú, það er alveg möguleiki og það hefur alveg verið möguleiki, skulum við segja. Já. Það hefur bara aðrir möguleikar komið upp sem hafa verið betri. Já. Ég útiloka ekki og eins og ég segi, það er allstað gott fólk og þú getur alveg tekið, þó að umhverfið sé ekki nákvæmlega eins og þetta, þú getur alveg tekið 1-2 ár eða þú ert að njóta þess í æfisparnaði. Ég er að íta Albert Guðmunds í Sáti, sko. Já, við skulum ekki fara að stekja sátan. Ég veit að fyrstinn hlustar alltaf. Já, ég veit það. Sorry. Ef við færum okkur aðeins í aðra sálma. Allt aðra sálma. Já, fyrst við erum nú komin svona nála trúðabrunn. Búllan, hvað er planið í kvöld? Eitt búlluburgari? Eitt burger. Við tökum þetta alltaf upp á þriðjudagskvöldum, þannig að það er þriðjudagstilboðið góða. Það er eina sem ég hugsa Já. Á þriðjudum. Þriðjudagstilboðið búllunni. En annars er ég líka mikið fyrir tvöfaldan brauð milli og auka gums og þetta er ekki eins og burrito after dark, það er ekki helst verið að dreifa þessu tvöfaldur burger, brauð milli og auka gums, þetta er áverð bara okkar á milli, kæru hlustniður og svo er það Búdvar tekniska gullið sá er góð já, og svo er hann ekki síður í 0,0% nei, betri þar og klakin, náttúrulega já, þetta er aðalega gott já. En sko, Óli, slitastjórn Kaupþings Nú varst þú skipaður aðstoðarmaður Kaupþings í greiðslustöðunni í nóvember 2008 og starfaði sem slíkur þar til slitastjórn tók yfir bankan í maí 2009 og þú áttir þar sæti til apríl 2011. Hvernig var þessi tími? Hann var mjög lærdómsríkur þó ég voni samt að ég þurfa aldrei að nota reynsluna aftur. Þetta var skemmtilegu tími, kynntist mikið af skemmtilegu fólki og illa kláru fólki. Þetta var, sko, ég man að svona stuttu eftir að
við komum hann inn þá óskuðum við eftir ég held að það verið 70-80 manns frá Kaupþingi og þá var náttúrulega allt í upplaust og engin eða margir höfðu ekkert að gera þar og við óskuðum eftir það sem við vildum meina væri rjóminn sko og við fengum eiginlega alla og þetta var reglulega gott og klárt fólk alveg margir alveg ótrúlega klárir sko. Og fyrir mig sem sko tala ágætis ensku og þokkalega þýsku eftir 3 bjóra þarna varst að hitta krakkar sem voru sko tvítingdir og þrítingdir sko. Töluðu bara önnur tungumál betur heldur en íslensku. Shit. Þannig að þetta var lærdómsríkt en þetta var auðvitað drullu erfitt því að sko fótboltinn ég galt fyrir og mínir lögfræði kunnar ég misti marga því maður var bara þarna 16 tíma á sólarhring. Shit, já. Og svo kom maður heim bara með lesefni, það brunnu eldar allstaðar út í heimi, Kaupþing var með lán út allan heim og á hverjum fundi voru fundir 3 í viku og tók meiri hlutan að deginu, þá voru svona 100 mann sem unni hjá slitastjórninni og þá var búið að krönsa kannski eitthvað 10 mál, þarna var keðja af búðum sem að hafði verið fjárfest eða lánaði í 5 milljarða, þeir þurftu 500 milljónir í rekstrafé að því hlutinu höfðu ekki gengið eins og vel. Nýjir eigendur ætlaði að koma inn með 500 milljónir eða gömlu eigendurnir ætluðu við að gera þetta eða ætluðu að láta frá hausinn. Þá voru þessi 5 milljarða farnir. Og það var bara rökstutt álit frá krökkunum og það var búið að leita sko endalaus álits frá erlendu sérfræðingum og svo var bara að segja já eða nei. Shit, maður. Svo sko, ég var í þessu í 2 ár, ég hefði getað verið í þessu náttúrulega í 10 ári viðbóð sjálfsagt en sko, ég var alltaf unnið alltaf mikið sko og þarna var sko enn gefið í. Ég var búin að hugsa nokkur sinnum að hætta, svo kom ég svona heim svona 8 kvöldið, það var enginn heima, ég sett bílinn í bílskur, hendi mér upp í rúm og lesi ykkur á sakamálasögu. Ég heyri að Laufi og krakkarnir kom inn og síminn hringir og áður en ég næ að láta vita að ég kom inn þá heyri ég bara sonur minn þá kannski 10 ára eitthvað fyrir símann. Nei, hann ekki komin heim. Nei, hann kemur yfir svona kannski 8-9. Nei, hann segist ofta alltaf að koma heim fyrir en hann gerir það aldrei. Og bara, þarna hugsa ég, ok, þetta sæn. Og bara næsta fundi þá bara læti vita í sættu. Ég gerði það. Já, vel gert. Það þarf oft einhvern annan til að íta á mann maður heldur maður sé svo skynsamur og með stjórn á öllu sko, þarf oft eitthvað svona kannski eitt áður en við dettum í riddaraspurningarnar það náttúrulega sko þessi liður skulum hafa næst langan og við mögulega getum af hverju svona mikill káringur þú ert náttúrulega, þú elst upp á nesinu já, en ég held að skýringi sé svo að í þá daga voru allir gegn KR. Það voru við gegn öllum. Þá verður miklu harðari. Og við unnum ekkert í 30 ár, en alltaf voru flestir á vellinu. Og það var bara því ver sem fólk talaði KR, því meiri KR-ingu varstu. Það sko, það smá synd, síðustu ár, það svo fólk sem fara að vorkenna okkur, sko. Það glötu tilfinning, sko. Já, en ég skal segja, sko, það eru margir sem ég var heyrt af frá mörgum, þegar var sagt að mér ekki eins illa við KR og mér var að því Rúni Kristins var svo indæll. Allt rétt, en það var í DNA-anu hjá okkur að vera svolítið grofnir og rognir og ríkastir og flottistir og vinna flesta titlar sem ennþá náttúrulega staðreynd hvað kallaliði var það. En en auðvitað, ég ekki að segja hroki fari neinum, ekki miskilja mig, en það er ástæðan fyrir því held ég að einhverju menn voru svona rosalegi KR-ingar af því voru allir á móti. Já, að þjappa okkur saman, klárt mál. Óskar, er hann á pönnunni? Hvernig líst þér á projekti í Frostaskjólinu? Mér líst vel á það. Ég hef ekki séð mikið til þeirra en það sem ég heyri frá strákunum sem ég með þarna, þeir segja sig góður andi. Og það er helviti mikið. Við sko verðum bara viðurkenna það, við erum ekki með mannskap á við Val og Breiðablik og Stjörnuna og Víking, það er bara óskup einfalt. En góður andi og svona samhugur og ef það er alveg andi, það getur það fleittir upp í nokkuð sæti. Þannig að ef þetta gengur allt upp, þá gæti KR verið að narta í hugsanlega Evrópusæti, ef allt gengur upp á þessu sísoni.
en svo hugsa ég bara næsta sísoni þá þetta sita menn stefnuna herra og sko maður sá Óskar taka við Gróttuliði þar sem að meiri hlutanum leið illa með bolta og þú horfir á hann koma Gróttuliðinni af þessu með Halldóru auðvitað líka þeir komu Gróttuliðin upp í úrvalsdeild og boltinn var bestu vinur flestar leikmannina, ég meina þetta var bara vel gert eins og sagt ekkert smá sko. Já, þetta bara að vera hrikalega gaman að fylgjast með þessu og það einhvern veginn, ég sagði þetta reynda líka í fyrra en það komin einhver andi í Vesturbæn. Já, það það. Og þetta verður bara skemmtilegt að sjá en þá komið að riddarspurningum, við hefum nokkra góðar eftir, fengum mikið innsend Óli og það í boði Subway, sko hver þinn uppáhaldsbátur? Við byrjum bara því, það fyrsta riddarspurning. Sko, það ágætt skilabót í skúla. Ég fór oft á Subway og fekk mér rósbíf, sættsinnep, súra gúrkur og kál. En í nokkur ár hafa það ekki verið með rósbíf. Þetta einhverja rósbíf pilsu. Og það ekki það sama rósbíf. Þannig að þetta vinsamleg tilmæli að koma aftur með rósbíf. Það má kosta eitthvað aðeins meira, en það bara betri vara. En mér finnst, ég fæði mér stundum Subway, mér finnst það bara fínn matur. Og sama því voru að tala Serrano á þeim, klassafæði. Gaman að heyra, þetta auðvitað hrikalega gaman að heyra. Og þetta mér skilt, því að Einar og Emil áttu Serrano saman. Emil á það í dag, Einar seldi og stofnaði Serrano úti, sem breytti svona nafn og heiti Sókaló. Og þeir eru með 15-20 staði á Norðurlöndunum og komnir 2 í Bretlandi. Okay. Hann gátt ekki heiti Serrano af því þá tengir hún mikið við hráskinkuna spænsku sko. Sókaló eftir Torgi í Mexiko. Móli. Þannig að mér máli skilt, ég stjórn Sókaló. Þetta skemmtilegt. Sko, hefur þú smakkað döðlunar frá David Jones fyrst við erum hana? Nei. Ég klikkaði í dag. Nú verður minn maður Þorvaldur Freyr ekki ánægður með mig en sem sagt alltaf jafn að bjóðum við gestum upp á döðlur í þættinum ég sendi þess að heim með veilegar þú mátt gera það því að ég mikið fyrir döðlur, pappi ennþá meira fyrir döðlur alltaf þegar ég sérstaklega í London þá fer ég inn í ég veit að ljóta sig að arababúðir ég fer inn í búðir sem selja vörur frá Austurlöndum kaup mér náttúrulega hvað heitir það byrjar á bíja, það eftirréttur frá þeim sem eins góður og hægt svo þeir með döðlur og þetta bara eins og kaffibönni, sko. Þetta svo margar gerðir til og svo þeir með píkanhetun í einni og karmelin í einni og dökksúkulað utan þetta fyrirmyndafæri. Maður fær bara vatn í munnin. Ég svolítið byrja að vinna með það að setja David Jones döðlunar út á skýri mitt, sko. Það er svakalegt. Það hljóma vel. Ég seti þetta út á pizzu. Já, einmitt líka svo gott. Það líka, sko. Líka gott. Magni Mar, hann rýður á vaðið í riddarspurningunum og spyr, gengur samkeppniseftirlitið of langt í samburði við svipaðar stofnanir í útlöndum? Bara svona einn létt og góð. Já, sko, ég held að atvinnulífið sé almennt á því að samkeppniseftirlitið hafi gengið fulllangt í nokkur skipti. Og ég finn svona ákveðið óþol gagnvart eftirlitsstofnunum fyrir vikið. Ég finn það því að ég í stjórn persónumyndar og við erum eftirlitsstofnun sem að fengu sektarheimild fyrir 6 árum og það svona ákveðið óþol sem ég vil rekja að verulegu leyti til samkeppniseftirlitsins. Ég veit ekki hvort það sé sanngjarnt, en það ákveðið óþol og það hefur viðskiptaráð hefur bent á nokkuð tilvík. Þetta frægast að var náttúrulega sósuskíslan. Gunnars. Já. En þannig menn bara vinna sína eins heiðarlega og vel og þeir geta en það ákveðið óþól gagnvart samkeppniseftirlitinu, það bara staðreynd. Ég verð að spyrja fyrst að vera nú meðan á þessari tímasendingu, einhver séns að þetta fari í gegn Arion Íslandsbanki? Ekki með að við fyrri úrskurði. Nei, einmitt. Það ekki einhver sparisjóð sem hafa reynda bara á en menn verða samt að horfa á það að þessir bankar eru sko það ákveðin stærðarhagkvæmni sem fæst ef þú gerir þetta. Þeir voru til skamstíma alltaf í samkeppni við erlendu bankana, það hefur auðvitað minnkað en það einhver samkeppni samt. Þannig ég myndi ekki segja þetta væri sko út úr myndinni. Nei. Heldur að því að aftur Benni náttúrulega ekkit, hann veit alveg hvað hann að gera, heldur að hann sé að horfa mögulega í Evrópusambandið og eitthvað svona og eitthvað
Ég veit ekki, þið verður að fá hann í þáttin en ég sammálaður, hann veit alveg hvað hann er að gera hann mikill skákmaður og svo þetta náttúrulega líka þannig ef menn reyna ekki þá gerist ekki Nei, akkurat Hvort skemmtilegar starf, lögmaður eða umboðsmaður? Ég hef haft mikla ánægja hvort ekki og það eru stundum erfiði tímar og sko, umboðsmennska var svolítið sérkennilega upphafi því að það voru svo mikla tilfinningar ef ég seldi leikmann kannski frá einhverju liði þá bara var mér valla að hilsa sko, af sömum stjórnarmönnum og ég spurði hvað er málið og þá fekk ég þetta í andlit og ég sagði skrifuðu þið ekki undir samningin ég hélt ekki byssa höfðinu já nei en við urðum að selja hana því að hann vildi fara og sannleikskorn í því en þetta er alveg liðin tíð sko. Liðin eru yfirleitt bara mjög ánægð fyrir hönd leikmannana ef þeir fara út og ef þeir fá eitthvað penning en það er svona erfiðar ef leikmenn eru kannski samningslausir eða er að verða samningslausir og kannski búinir að handsala eitthvað við komandi klúbb að þeir megi fara og kosti ekki mikið. Ég meina, Kári Árna var ekki, ég var ekki á jólagjafalistan í hánum eftir ég seldi jólamagn. Nei, ég trúi því vel. en hann er búin að skýra það alveg út fyrir mér. Hann sagði bara, ég átti svo erfitt með að sjá okkur fylla skarðar. Það var þess vegna sem ég var svona vondur, hefði hann átt að bæta við, en gerði ekki, en ég skildi alveg hvað hann var að segja og ég skil hann alveg. Já, sko, Óli Kristjáns var hjá okkur daginn og mjög góðum þetta, það sem hann var að tala sko, að þetta væri aðeins að breytast með innanlandsmarkaði, þetta var markaði sem var ekki til fyrir 5-10 ára síðan. Nei, það er rétt. Hann er að þroskast, en samt, núna eiga víkingandi pening. Já. Ef þá langar í eitthvað leikmann, þá kostar hann miklu meira heldur en í fyrra. Já. Þannig að þetta er svolítið erfitt líka sko. Og ég sagði við Kára daginn sko, þið eru þeirra aðstöðu núna að þið getið yfirmannað ykkur því sumarglugginn er söluglugginn. Við erum alltaf að selja í vetrarglugganum. Þá eru bara verðin lægri og færri hituna. Já. Þið yfirmann ykkur 2-3 leikmenn til þess að geta selt í sumar á þess að þið missi dampin. Já. Þeir eru þeirri stöðu ef þeir finna réttu leikmenn að þeir geta það peningalega. Já, góða punktur. Já. Algjörlega sko þessi er skemmtileg, ég gaf henni besti eða stærsti og versti díl sem þú hefur gert á ferlinn sem umbi Þetta er erfitt, maður sko er ennlega ekki dómbær á þetta sko. Nei. En ég vil meina að stundum hafi tekist mjög vel til og leikmenn hafa fengið vel borgað á góðum stöðum eða skrýtnum stöðum Það er hægt að fá, eins og ég var að skýra út fyrir ykkur áðan, sko, liðin á Norðurlöndunum stóru liðin eru glettilega sterk. Þannig að það er hægt að gera góða samninga þar. En ég man, sko, ég held ég verið að taka út þegar Hermann Hreiðarsson fór til Ipswich. Að ég þess að tek við Hemma þegar hann er hjá Wimbledon. Hann var í crazy gang, þetta var náttúrulega alveg, sko, sturlu stemming þetta. Og ég tala við Ipswich og ég tala við fullt af liðum og það var strax áhugi hjá þeim. Þetta var svona í desember, þegar maður að ganga ágætlega, voru farnir svona að sjá möguleikan á því að komast upp. Ég fer með skátunni þeirra til La Manga, það sem átti að koma á einhverju Norðurlandamóti. Það var þannig að þeir ætlaði að spila svona 2-3 umferðir á La Manga og klára þetta svo í Londonum. Þetta rúlaði ekki. Við vorum að spila við Noreg. Hann heiti John Caruth, center hjá Aston Villa. Já, norskur, 2 metrar og næstu eins og Ísak skilurðu, svo þykkur. Og Hemm að taka hann, það kemur hárbolti og þeir stökku upp og Caruth vinnur boltan, þeir detta báðir. Þurftu aðlýningu sko. Það kemur annar skallabolti, stuttu setna, þeir detta báðir, hvorugur vann við. Svo var hann Hemmi 3., 4., 5. Hann flutti sig yfir á Pétur Martins. Hemmi skiptum stöðu við Pétur og ég heyri bara í gæjanum við hliðina á mér. Þetta er okkar maður. Og svo þeir alluða eða sko £1.000.000, þeir enduðu að kaupa hann heldur fyrir £4,5 milljónir því hann var bara leikmaður nummer 1 sko. En samt saga, fyrstu sögur. George Burley var framkvæmdastjóri hjá Ipswich og við förum í læknisskoðun og Hemmi hafði farið í 2 litho aðgerðir sumarið. Þannig að ég var bólgir, bara
það sást þó hann var í gallabuxum og við förum í læknisskoðun í London hjá einhverjum gúrú sem skoðaði allt sem Manchester United keypti og svo framvegis og svo förum við bara til Ipswich og hótel og við heyrum bara, við áttum ekki að heyra, við heyrum bara læknisskoðunin kom ekki nógu vel út og læknirinn vill ekki að við gerum þetta og það var bara George Burley ætlaði að koma upp á hótel klukkan 10 blaðamann klukkan 11 og við sváum eiginlega ekkert nóttina sko. Nei. Og svo kemur George Burley á hótelið klukkan 10 og hann segir læknirinn mælir gegn því nýði bólkið, það ennþá vatnin á hénu 2 lið þó að gera hann sagði ég sleit liðbönd 8 mánuðum áður en Skotland átt að spila í úrslitum á HM menn sögðu mér sumar ég myndi aldrei spila fótbolta aftur ég spilaði í úrslitum á HM ég hef engar áhyggjur af þessu en það, reyndist það þannig sko. En Hemmi fór upp frá þessu, fór hann sko í staðin fyrir að koma alltaf fyrstur út eftir leiki og svona þá kom hann síðastur það var teykt og það var klakabaðið og hann gerði allt rétt Já, ertu með vesta handa okkur eða? Erfitt Já, meinar það því að koma svo margir til greina Nei, bara leiði þetta hendi ykkur undir rútuna Nei, veistu það, mér dettur ekki tann í hug ég hvergi verið eitthvað eins og ég segi flestir í þessum bransa eru gott fólk og heiðalegt og sko það eru svona einhver múf á leikmennum kannski sem virkuð ekki Já, það er töluvert af því og það er eitthvað, það er eins og spurður ungu leikmenn að hvenær eiga þeir að fara út þú getur aldrei vitað það þú heldur alltaf úr sért að gera rétt og það er í rauninni kannski ekki góðlensk að vera að kíkja í baksín í spil það hefnast ekki allt, hvorki sem ég geri nýja leikmennir Nei, klart Bróðir landsliðsþjálfarans er umboðsmaður skiptir það einhverju máli? Ég von ekki ég von ekki Nei, ég kann vel við Bjarka og ég held að hann sé heiðarlegu náungi en þetta er bara staðan maður þurfa bara að vinna úr henni ég held að þetta sé heiðarlegir og góði drengir ég vann aðeins fyrir Bjarka á tímabili, ég fór með hann til Kilmarnock, ég var búin að selja hann til Kilmarnock hann var að fá frábæran díl eftir leikina við KR en konan hans leist ekki á aðstæður Já, það var bara þannig hún var lasin úr flugvélinni henni leið ekki vel og henni leist ekki nóg vel á þetta og Bjarki bara hlýtti konni eins og að menni að gera Reyndir ekkert að næla í Arnar og Bjarka saman eða? Nei, ég held ég hafa nú ekki reynt að gera það sko. Nei það getur vel verið að við tala við ég man það ekki, ég hef heimsótt í nokkra af þeim atvinnumennum sem við áttum og vann fyrir nokkra þeirra Brynjar, Ívar Hemma, þeir voru hjá ellendum umboðsmönnum Algjörlega Hefur leikmaður dúkkað upp á borðið hjá þér þú neitað og setna sá leikmaður orðið algjör stórstjarna Nei, ekki stórstjarna en örugglega hafa einhverju komið til mín sem ég hef ekki viljað eða ekki geta vinna fyrir og komist út já, alveg pottið alveg pottið, ég segi oft sko ég veit ekki meir fótbolta heldur en næsti maður en ég veit kannski svolítið hverju liðin er að sækjast eftir Hvort er erfiðar að klára Nei, ég ætla að breyta þessari hraðarspurningu þetta er samt góð spurning, takk fyrir innsendinguna Það er komið nefnilega að síðasta liðnumóli. Það búið að vera hrigalega skemmtilegt. Búið að veisla. Heldur betur. Og síðasta liðurinn er einmitt hraðaspurningar þar. Það er í boði Kemi. Og þú sem bílaáhugamaður hlýtur að versla eitthvað við Hemma þar. Ég hef verslað það, já. Þeir eru náttúrulega eins og nammiland fyrir okkur bílaáhugamennar. Setur bílnúmer inn, bara allir varaliðinir. Allir varaliðinir sem þú þarft. Og það er þetta Hemmi sem sá það Ég kaup mér oft bílavaralötið þó mér vantar ekki neitt sko. Já, ég veit Svo er það bónus þeir eru svo nýjungarnir hann hjá bónus Núna eru byrjaði með ódýrast vikunar Þeir byrjaði að gefa vörur Já, það er síðasti sjens og meðan byrjaði endast þá fer þetta úr því að kosta lítið í að kosta bara nánast ekki neitt Já. Þannig að maður veit ekki hvað er næst þegar það færi bara að gefa þetta Það er komið að hraðarspurningunum og það er hvort er erfiðar að klára félagaskipti fyrir leikmann á deadline day eða verja sakborningi í stóru dómsmáli? Það er meira taugatrekkjandi að ganga frá díl á síðustu stundu. Já, ég held að ég færi rétt með það. Hvaða félagslið var erfiðast að semja við á ferlinum hingað til?
Það var í Kína, held ég ekki með að segja. Já, Jiangsu. Já, eða sko, ég verði að læra þetta, sko, umbóðsmennið í Kína, sko, voru ekki heiðarlegir. Nei. Það var alls konar til dæmis þegar þeir átt að borga mér minn hluta umbóðslaunum, þá var alltaf inn komin sérstakur skattur sem þurfti að borga þegar peningar voru fluttur úr landi, sem ég vissi náttúrulega væri rangt, en ég hugsaði bara, ok, betra bara láta þá halda ég, skilur, til að fá þá meiri hlutan, það var skrítið. Já. Uppáhalds bíll og af hverju? Ég hef átt Benza lengi. Ef þetta hraðarspurning þá má ég ekki segja meira en ég sagði alltaf að maður kaupi sér ekki Benz fyrir maður er 60 sko. Svo einhvern tímann setti ég bíl sem ég átti upp í húsnæði og ætlaði bara að kaupa mér Golf eða eitthvað og svo sá ég 10 ára Benz á bílasölu og ég hugsaði þetta er miklu örgara fyrir krakkana og síðan er ég bara búin að eiga Benz en uppáhalds bílinn minn er svona pallbíl sem ég átti, Ford Raptor. Já. 10 ára gamall. Hann er vinur minn. Þetta ætti að vera svona bíl í hverjum gúmbjörgunabát. Draumaklúbbur til að senda leikmann í? Klúbbur sem leikmanni líður vel hjá. Það er ekki, sko, ég lærði það snemma, ég var að senda leikmenn á þessu stóru klúbba og það er bara yfirleitt, sko, ekki besta leiðin, sko. Þú þarft aðeins að hugsa að snýðaði stakk eftir vexti. Já. Er einn klúbbur sem þú hugsaði bara, vá, þetta er bara fagmennskað upp á 10? Bara mjög víða. Já. Ég get sagt að Redding, þó að Redding sé í ótrúlegum fjárhagsvandræði núna, það er secretary Sue, hún heitir Sue Hewitt og það er allt 100% og pottið. Þegar hún er að senda mann í samninga til dæmis, stundu þarf maður að skrifa undir eftir á eitthvað og svo framvegis. Það er alltaf, sko, gulur stikkmiði það sem ég á að skrifa þar en þetta er, sko, matreitt. Ég gæti verið blindur og bara dreifa. Það er alltaf verið ótrúlega fagmennskaðar en það er reyndar mjög víða. Já, alveg, gott að heyra. Ótrúlega fagmennska. Hvernig þarftu næst að fara með Raptorinn í skoðun hjá Frumherja? 10 ára gamall, sko. Ég fer með hann á hverju ári. Ég fer reyndar alltaf í Frumherja. Það er út á Granda. Einmitt? Já. Bestastöðum, segi einhverjir. Ég fer með alla mína bíla þangað, það er bara þannig og fæ fína þjónustu. Ég á að skoða hann held í október. Ok. Wow. Einn draumabíla var hlutur hjá Kimi, þú mætti velja bara hvert sem er. Jafnvel í Raptorinn eða? Já, mér langar ekki kannski varahluti, mér langar svolítið að gera Raptorinn svolítið stærri eða svolítið svona aðeins meira vúlgar. Það er svona, mér langar að láta rappan svona gunpowder gráan. Ok. En ég er ekki ennþá búin að gera þetta. Lýst vel að. Hvort hefur vilja umba Messi eða Ronaldo? Messi. Já. Miklu betri leikmaður. Já, stóru og rættur. Næsti þáttur, já. Ég hefði viljað sjá Messi reyna sig í Englandi. Ég hefði og Chelsea, hann var svona frá það. Mér finnst svolítið sérkjælni þegar menn er að tala ég þurfti nýja áskorun. Ný áskorun er að fara til, sko, Derby eða Rotherham og sjá hverju geti breytt. Veldur eitthvað lið í neðrideildunum sem er að spila fótbolta, sjáðu hvað geti gert. Það er engin að því. Nei. Ég trú ekki að þeir þurfi meiri peninga. Nei, einmitt, það er rétt. Sérréttur í eldhúsinu? Sérréttur, já. Sko, það er bara hreinskilisvar, Laufey eldar og ég borða en það er ekki alveg þannig, ég grilla eins og margir kallmenn, ég get bjarga mér en ég geri lítið það ég á að elda Bixi-mat á morgun sem er gamall réttur sem ég elda alltaf þegar Laufey var ekki heima fyrir krakkana og þannig ég er að elda Bixi-mat actually á morgun. Ok, það er Bixi-maturinn. Það er stórt. Það getur verið góður. Mino Raiola eða Jorge Mendes? Ég þekkti hvoran. Þannig að ég en típuna? Raiola var náttúrulega mjög sérstug típa, sko. Það verður náttúrulega bara að segjast þess að hann einhvern veginn náði árangri með því að tala illa við hann beiti í hendurnar sem gáði hann að borða en það virkaði af því hann var með leikmenn á bakvið sig sem að menn gáti ekki, sko, gengið framhjá. Ég get ekki tað mér svona framkomið þó ég reyndi það, skilur, maður er bara svo sem maður er. Þannig að það er Jorge Mendes. Já, ég bara þekki hvoran, sko, en ég veit hvað meinar. Besti leikangur til að fara á leik? Ég, sko, hef átt margar ánægjustundur á Celtic Park. Það er Paradise eins og skotarnir kallar þetta, skilur.
Ég var ennþá eftir að fara á Celtic Rangers, það á bucketlistan. Ég hef ekki komið á Anfield, en ég hef farið á mjög marga leikvelli og stundum ótrúlegt andrúmsloft og ekki síður þegar ég var að fara á kannski Brentford þegar Ívar Ingimars var með Brentford eða Hemmi, þó þetta var kannski 7-8 árs manna völlur, það var brjálaður hávaðir. Og mér finnst sérstaklega gaman að fara á velli svona, ég segi ekki endilega eldgamla velli, en velli sem í miðri borginni, eins og bara hjá Go Ahead Eagles, það kannski 12-14 árs manna völlur eða skilur í miðri borginni alltaf uppselt. Það óbúslega gaman að fara á svo leis leikunga. Engin hlaupabrönd og ekkert kjaftaðir. Ekkert minnst á frjálsar. Áttu eftirminnilegt moment þar sem leikmaður hefur hætti við á síðustu stund? Já. Við Samuel Kári vorum á Íslandi og vorum að fara að skrifa undir, ég vil ekki nefna klubbin, ég var komin til Keflavíkur að sækja hann. Það var búið að vera vöflur á honum. Það voru önnur lið að spekulera. Það bara 3-4 dagar eftir að félagaskiptaglugganum og ég ætlaði að hitta hann í bara Keflavík og svo hringjustu á og hann ekki að fara. Og ég fyrir til hann segi bara, ég hef ekki nógu góða tilfinningu fyrir þessu, ég held að komi eitthvað betra og ég segi bara ok, þá bara ég hringi. Daginn eftir hringir Paderborn úr þýsku úrvalsdeildinni og kaupir hann. Shit. Hvaða lið var þetta ef við mætti spyrja sem að voru ekki til? Nei, þetta var svo leðilega okkar til liði, ég vil ekki, ég var ekki, það var svona eins og með Kári, ég datt alveg út á jólagjafalistum. En Bundesligan mætti degi seinna, þannig að það var eitthvað hann í maðurmónu sem var að ruggast. Hefur þú klárað að díla á veitingastæði eða bar? Gamla góða servíettar jafnvel? Nei, en ekki kannski klára að díla, en það fer oft, ekki oft, það fer stundum, það oft gott að slaka svona á að breyta þessum umhverfi og við höfum farið út af samningafundum ellendis. Það sem bara, þetta brotið eins upp og það stundum gott. Besta landi til að búa í ef maður vill verða umboðsmaður? Ég hugsaði stundum það meðan ég var með 3 leikmenn í úrvalsdeildinni í Englandi og svo framvegis að flytja út af því það voru leikmenn í liði með strákonum sem vildu að ég gerist þér umboðsmaður en ég hugsaði bara, það margt, ég vinn alveg nógu mikið og það margt annað í heiminum heldur peningar. Það alveg hægt að vera umboðsmaður á Íslandi. Og ég hef í rauninni haft þessi reglu að ég vinn nánast eingöngu fyrir Íslinga. Og það engin fordómar, maður verður bara að draga sér eitthvað mörg. Ég vann fyrir Gary Martin mörg ár. Hann var svona hálfgerður Íslingur. Ef hann drattast til að fá sér ríkisborgarrétt þá ætti hann landsleiki núna, ég kláraði af því hann var goalgetter. Ég var að koma núna með Svíja til fram en hann 1/8 Íslingur. Og ég reyndi að koma Pablo Puniet út af því að hann átti það skilið. Hann geðveikur. Já, hann hefði svo getað spilað ellendis en það var einhvern veginn, akkur hann á Íslandi. Hann sagði mér enda góða sögu. Hann var að spila með landsliði El Salvador. Á miðjunni og marga landsleiki og svo kemur nýr þjálfari, situr hann í 10. Og Pablo var helviti bara ánægði með þessu til landsleikin, hann segi, ég held ég hafi bara átt 2 felsendingar. Svo tekur þjálfarinn hann á eintal og segir, hvernig fannst þér ganga? Mér fannst bara með ganga ágætlega, ég veit að önnur sendingi sem ég hefði getað gert betur þar, Nei, þú aðeins að miskilja þetta. 10 með 92% sendingarhlutfall ekki að vinna slétt sama hann á að vera að gefa erfiðu boltan á senderinu og þeir mega missefna en það ekki allir sem líta á þetta svona hann sagði ok, þetta var bara game changer fyrir mig Herra, það var bara að koma að loka spurningu kvöldsins, þetta búið að vera frábært virkilega skemmtilegt að fá þig, Óli, það er eitt ráð til ungs fólk sem vil leggja umboðsmennskuna fyrir sig Já, ég ekki að fæla neitt frá þessu en don't quit your day job þegar þú ert að byrja af því það líður oft langur tími milli greiðslna til þín, milli þess að þú selur leikmann og ef þú ert að byrja með 1-2 leikmann, þú lifir ekkit á því þú þarft 10-15 leikmenn ellendis til þess að lifa þessu þannig að þetta þú þarft bara áhuga og þú þarft að vera búin að safna þér í sjóð til að ferðast ellendis og koma þér í samböndum en það bara eins og í lögmennskunni, þegar ég byrjaði í lögmennskunni
ég borgaði mér út laun á 11. mánuði, ég var bara búin að safna mér, þú ert að vinna fyrir marga sem borga ekki reikningana þegar þú ert að byrja og þú þarft peninga til að geta borga bara skrifstofukostnaðin og stúlkunni og svo framvegis, þannig að þetta þarf bara allstað, þannig að ef þú eru áhuga bara go for it. Ólafur Garðarsson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig, gaman að hitta ykkur. Takk fyrir kærlega.